Góða kvöldið og verið velkomin og við skulum vona að þessar tæknitruflanir segi skilið við okkur svona þegar líða tekur á kvöldið. Verið velkomin hingað í kvöld. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og ég ætla að stýra þessum fundi, málþingi, hittingi hérna í kvöld fyrir hönd Siðmenntar og hjá mér eru Sigurður Hólm Gunnarsson, varaformaður Siðmenntar og Hjalti Hugason, prófessor við guðfræði og þetta er svolítið stressandi þessar tæknitruflanir. Prófessor við guðfræði og trúarbragðadeild Háskóla Íslands. Trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands. Og við erum hérna saman komin í kvöld til þess að ræða afskaplega áhugaverðar niðurstöður, svo ekki sem meira sagt, könnunar sem Siðmennt lét Maskínu gera í nóvember 2015 og niðurstöðurnar voru birtar núna í janúar, 13. janúar og vöktu verðskuldaða athygli bæði hér á landi og náði meira að segja að teygja sig út fyrir landsteinana í bara ansi hreint stóra og merkilega miðla, enda voru niðurstöðurnar að mörgu leyti mjög merkilegar. Og ég efast ekki að þið vitið svona nokkurn veginn hvað er verið að tala þegar ég minnist á þegar ég tala þessa könnun. Það sem vakti kannski helst athygli hérna á Íslandi voru niðurstöðurnar varðandi líknandi dauða og hvort fólk væri hlynnt líknandi dauða eða andvígt því. Og svo var líka mikið rætt aðskilnað ríkis og kirkju, hvort að fólk teldi sig trúað eða ekki. Og þar fram eftir götunum, þetta var mjög umfangsmikil og ítarleg könnun og ég held að mér skildist það á honum Bjarna sem er búinn að vera að kynna þetta aðeins fyrir mér, að þetta hafi tekið það bil ár að undirbúa og niðurstöðurnar eftir því. En ég ætla bara svona aðeins áður við byrjum að ræða niðurstöðurnar efnislega að segja ykkur bara örstutt frá þessu skemmtilega og það er aðferðafræðin við könnunina, bara svo allt sé hérna upp á borðum. Eins og áður segir þá lét Siðmennt gera könnunina til þess að, í rauninni til þess að varpa ennþá betra ljósi á afstöðu Íslendinga til trúar og lífsskoðunar sinna og bæði þegar að kemur að trú per se og svo var þessi spurning líka eins og ég nefndi áðan varðandi líknandi dauða. En sum sé, við þekkjum öll Maskínu sem að framkvæmir kannanir og hefur gert það og þau sem að eiga og stýra Maskínu hafa gert þetta í held ég einhver 15 ár og Maskína sem sagt gerði könnunina fyrir Siðmennt og þetta var vefkönnun eða netkönnun og var gerð í nóvember 2015 og það voru 821 Íslendingur sem svaraði og það var slembiúrtak úr þjóðskrá og svarendur bjuggu á landinu öllu voru á báðum kynjum á aldrinum 18 til 75 ára og svarhlutfall var 50%. Þannig að þetta eru vel marktækar niðurstöður. Og hérna hjá mér eins og ég sagði áðan, Hjalti ætlar kannski að varpa svona aðeins heildrænu ljósi á þessar niðurstöður og svo fáum við að sjálfsögðu sjónarmið Siðmenntar frá honum Sigurði og spurningarnar voru byggðar upp svona eftir flokkum og ef við bara, mér datt í hug að gera þetta þannig vegna þess að við erum ekki óumflýjanlega mörg hérna í kvöld og við erum bara ákvaðum að hafa þetta bara svona létt og slagt. Þannig að mér datt í hug að byrja þetta þannig að við ræðum niðurstöður 2-3 spurninga, ræðum einn flokk, svo opnum við aðeins fyrir díalóg úr sal í smá stund þegar að hver flokkur er búinn, svo við höfum þetta lifandi, hafa smá flæði í þessu, svo við sitjum ekki bara hérna 3 kjöftum í allt kvöld, við erum ekki það skemmtileg. Ef við byrjum bara Sigurður á
kannski fyrstu spurningunni og hún hljóðaði svo: telur þú þig trúa það eða trúa þann eða ekki? Og það var tæpur helmingur svarenda sem sagði já, það var 46%, og hlutfallið í svipuðum könnunum það hefur aldrei verið lægra, og svo eru þessar breytur eftir því sem að menntun eykst, þeim mun líklegra var að fólk teldi sig og ekki trúa það, og hlutfallið var hæst hjá þeim sem kjósa Framsóknarflokkinn, það var 70%, og lægst hjá þeim sem kjósa Bjarta framtíð, 30%, og það eru alls konar svona breytur sem að skipta máli í þessu. Og bara svo ég fari aðeins yfir söguna, þá árið 1996 þá töldu 87% þjóðarinnar sig trúa það. Eins og áður segir þá það núna 46%, og hlutfall trúlausra tók stökk á tímabilinu 2011 til 2015 þegar hlutfallið jókst úr 10% í 30%. Og árið 2005 töldu einungis 6% sig trúlausa. Ef við kannski bara byrjum, hvaða merkingu leggur þú í þessar niðurstöður? Sko, ég ætla að byrja með þá komu niðurstöðunar mér ekkert sérstaklega mikið óvart. Ég held að ástæðan fyrir því að þessar tölur eru að breytast svona mikið á milli ára séu fyrst og fremst þess að umræðan bara trúarbrögð og trúleysi og húmanisma hefur aukist svo mikið á síðustu árum. Ég man að þegar ég var að byrja að taka þátt í starfi siðmenntar fyrir svona 7-20 ár síðan, að þá var öll umræða trúleysi á allt öðrum stað. Ég man að ég kom svona hálfvegis úr skápnum sem trúleysingi, og það þótti mjög merkilegt að ég væri trúleysingi, og það að vera trúlaus var einhvern veginn, það var sama sem merki milli þess að vera trúlaus og vera siðlaus. Trú og siðferði var það sama. En þannig að þegar fólk bara svara spurningunni ertu trúaður, þá snerist það ekki bara trú á eitthvað yfirnáttúrulegt og guðum, það snerist spurningin meira svona siðferði. Og ég held bara meiri svona vitundarvakning hvað felst í því að vera trúaður og vera trúleysingi gerir það verkum að fleiri þora að taka þá afstöðu að segjast vera trúleysir. Ertu sammála þessu, Hjalti? Já, ég nú margar nátt sammála þessu í sjálfu sér, en það má velta náttúrulega til vöngum yfir bæði spurningum og tölum þegar við erum að ræða þessi mál, og sjálfum finnst mér svolítið spennandi að skoða einmitt svardreifinguna í fyrstu spurningunni, og þá ekki síst að staldra við flokkinn sem að segir ég get ekki sagt það hvort ég trúaður eða ekki, sem að upp undir 25%, það að segja að þetta 23,7% sem svara spurningunum þessum hætti. Og ég held að það sé hægt að túlka þetta á mjög margan hátt, og hvað segir þetta okkur? Er þetta einhvers konar afskiptaleysi sem þetta að segja, eða er þetta einhverjir svona trúarlegir reykásar sem get ekki alveg staðsett sig hvorum veginn við núllpunktinn trú eða trúleysi eiga þeir að staðsetja sig? Ég held að þetta sé eitthvað annað, og fyrir mér er þetta kannski áhugaverðasti hópurinn, hugsanlega svona heiðarlega og hugsandi fólkið sem að svona hoppar ekki á eitthvað einfalt svar í spurningu sem þessari, og þarna kynni að vera að það væri kannski býsna margir sem hefðu viljað svara spurningunni ég er trúaður eða trúuð, og ef við lítum svo á að þetta sé einhvers konar millibilshópur, þá gæti maður alveg farið út í það að leggja saman svona þá sem að svara þeir séu trúaðir og þennan hóp og fá 70% út. Það er alveg opin leið að gera þetta. Ég ætla ekki að gera það endilega, en ég ætla að varpa því fram hvort að sem sagt þessi spurning sé mjög nákvæm, hvort hún mæli akkurat það sem henni var ætlað að mæla, hvort það séu þetta til víð skekkjumörk, og það er líka þessi spurning sko, já, ertu trúuð?
hvaða skilyrði þarf ég að uppfylla? Er þetta ekki dálítið hroki og sjálfbirgingsskapur að svara spurningunni alveg absolutt svona ef maður skildi nú efast eða eitthvað í þá veru. Þannig að það sem ég að velta upp hérna það að þetta vissulega áhugaverð spurning. Það stórt túlkunaratriði hvernig við eigum að skoða niðurstöðunni í mínum huga en ég held að það sé rétt hins vegar sem kom fram hjá Sigurði áðan að við lifum svona ákveðna breytingatíma í þessu efni. Getum veltið fyrir okkur hvort að efahyggju að aukast fylgi mjög hratt eða hvort að veraldarhyggja að ryðja sig mjög hratt til rúms. Það bara spennandi að hafa hendur á pínlítið á púlsinum eða fingurinn pínlítið á púlsinum þannig. Men línurnar, þau eru kannski svolítið báðar að segja það að línurnar eru orðnar miklu óskýrari og kannski þetta er miklu breiðara mengi núna heldur en var kannski fyrir 20 árum. Já, hugsalega. Það hafa verið gerðar kannanir auðvitað áður fyrr, kannanir sem að voru það ekki guðfræðingar sem að hlutu framkoma? Jú, á 9. áratugnum. Pétur Pétursson og Björn Björnsson, já. Og þeir voru líka að spyrja hvort að fólk væri trúað og ekki. Og þeir fóru nánar út í að spyrja spurðu fólk sem var trúað hvort það trúði á upprisuna eða á að Jesú var í sonur Guðs og okkur svoleiðis og þá fækkaði þeim sem að trúðu því. Þannig að því meira sem því meira sem þú ferð ofan í kjarnan í það hvað fólk trúir á því færri svaraði játandi. Það er einmitt það sem kemur fram hérna í spurningu nr. 4 þar sem að af þeim sem telja sig trúaða, þessi 46% sem segja já, ég er trúið eða ég er trúaður, þá eru þau beðin að svara spurningunni hvað af eftirfarandi kemst næst því að lýsa skoðun þinni tilvist Guðs eða æðri máttar og þar er 60% rúm sem að segjast trúa á Guð. Fjórðungur segir við höfum enga vissu fyrir því að Guð eða æðri máttur sé til en ég útiloka það ekki. Þannig að það er kannski þetta mengi sem við erum að tala þessar óskýru línur og svo eru miklu minni kategóriur eins og það ekki til annar Guð en sá sem manneskja hefur búið til og mín skoðun önnur og þá hver og þá koma ýmsar góða pælingar eins og enginn veit þetta. Og athugaðu þetta eru allt svör þeirra sem segjast vera trúað. Akkúrat. Þannig að inn í því mengi fólk sem að trúir ekki á Guð. Já. Sem svolítið mögnuð niðurstaða. Já. Þannig að getur það verið að það bara að trúa skipti fólk svona miklu máli? Já, ég held að það séu bara nördar eins og við hérna sem pælir rosalega mikið í hvað er að vera trúaður og trúlaus. Flest fólk ekkert mikið að spá í þetta dagsdaglega. Það ekki að velta þessu mikið fyrir sér í daginn út og inn. Og þess vegna held ég að fólk svari svona. Sem dæmi þá ef við förum eftir niðurstöðu þessara konuna þá eru fleiri sem að segjast vera kristnir heldur en segjast vera trúaðir. Og hvernig getur það verið? Vegna þess að væntanlega eru allir kristnir trúaðir. Já, eða hvað? Þarna held ég að það skiptir nú dálítið miklu máli út af fyrir sig að velta því fyrir sér einmitt hvað merkja hugtök og til dæmis hugtök eins og kristinn og svona ef maður að taka þátt í umræðu svipaðar á þessari eða sem sagt einhverju trúarréttarlegri umræðu á Norðurlöndunum þar sem að fólk úr öllum mögulegum áttum hittast. Það svo sem ekkert óalgengt að maður hitti fólk sem segir já ég er kristinn eða jafnvel ég er lútherskur atheisti. Það að segja að það hægt að vera kristinn í svo margri merkingu og ég er kristinn en ég trúi ekki á Guð? Já, ég hugsa það í raun og veru en sem sagt þá ég að tala það að kristni getur bæði merkt kristna trú og svo getur það líka merkt menningarhefð eða eitthvað í þá veru og þarna held ég að við séum komin að atriði sem sýnir okkur að þróunin frá hvað var það 9. áratugnum 30 ár
hún kannski ekki svo ofboðslega drastísk, að því alveg eins og Sigurður Hólm var að svara, þá skræla guðfræðingarnir niður þennan hóp sem að svarar svo að þeir séu sem sagt trúaðir og kristnir, og svo að spyrja nánari spurningar, og mér minnir að ég sjálfur hafi svona komist að þeirri niðurstöðu með því að lesa saman nokkuð margar spurningar úr gömlu könnuninni sem mjög viðamikil og stór, að það væru svona milli 36 og 44% sem að væru sem sagt trúuð og kristin í svona sæmilega kirkjulegri merkingu. Og það ekki spurning 5 í þessari könnun sem að sem sagt beint til allra. Það ekki bara verið að sem sagt hvernig myndur þú lýsa trú þinni á Guð? Já. Og það sem sagt spurning sem beint til allra, ekki bara trúaðra, ekki sagt. Þannig að ég skilji þetta rétt. Fjórða spurningin til hérna trúaðum, en þetta sem sagt safnspurning. Miðað við það að svörin eru rosa mikið, ég trúi ekki. Þetta allt heilafólktur. Og þá eru sem sagt þarna uppbyndi þriðjungur eða sem að raunverulega segir, ég trúi á Guð í skilningi Biblíunnar, 17,3%, og ég trúi á Guð í skilningi Biblíunnar og jafnframt það þetta ég. Þetta við öll bara. Ég veit það ekki. Og jafnframt það til séu önnur æðri máttarvöld. Þarna eru sem sagt 2 hópar sem vissulega einhver munur á, en sem sagt játa trú á Guð í skilningi Biblíunnar. Og þeir eru sem sagt 17,3% og 15,6%. Það sem ég eiginlega að segja að þannig erum við eiginlega komin upp í lágmarkstölu þeirra eða lágmarkshlutfall þeirra sem að svona mátti reikna með sem sambærilegan hóp fyrir 30 árum. Þannig að ef að spönnin þar var 36 til 44%, þá erum við komin svona örlítið niður fyrir lágmarkið. Þetta svo mikið drastísk breyting á 30 árum finnst mér. Það sem þetta hins vegar segir okkur, það að sem sagt kristin trú íslenskra þjóðar og eigum að segja hákristin játning evangelísk-lúterskra kirkju, það ekki sama, það ekki það sama. Við erum að tala 2 ólíkar breytur í þessu sambandi. Og svo einhver staðar þarna á milli liggja allt önnur og kannski meira interessant mörk. Það eru þau sem að svona í einhverri merkingu játa trú og svona kæra sig kirkjuna, gifta sig í kirkju eða eitthvað svoleiðis, og þau sem að sem sagt loka algerlega á þessa vídd og það eiginlega interessant mörkin í mínum huga. Þjóðkirkjukristindómur alltaf svolítið sérstakur. Hann öðruvísi heldur til dæmis trúartólkun Hvítasunnu safnaðarins sem eitthvað í þá veru. En værirðu þá sammála með því að túlka niðurstöðuna þannig að tiltölulega fáir Íslendingar geta skrifað undir játningar kirkjunnar eins og þær eru skrifaðar og birtar? Það sem ég að segja að þessar kannanir, bæði nýja könnunin og gamla könnunin, sín okkur að miðað við þetta stóra hlutfall sem tilheyrir þjóðkirkjunni, sér ekki ástæðu til þess að segja sig úr henni, sér ástæðu til þess að þiggja þjónustunnar að einhverju marki. Það miklu stærri hópur heldur en sá sem að eigum við að segja að væri hægt að slá einhvern svona dogmatískan hring utanum og segja þetta eru hinir kristnu og þannig hefur þetta nú raunverulega alltaf verið. Þetta ekkert nýtt eða einhver svakalega drastísk þróun, heldur bara eftir 4. öld raunar eða eitthvað þessar. Eftir að Konstantínus mikli tók afstöðu með kristninni, þá hefur hún nú verið svona einhver heildar pakki, trú og menning í
í einhverju svona mjög óljósu sambíósis ef ég fæ að sletta fyrir gefið því. Eigum við kannski að segja að láta staðar numið hér í svona þessum stóru pælingum trú og að vera trúaður og ekki og opna fyrir eins og 2 spurningar og svar. Ef einhver til og með einhverja spurningu eða pælingu. Gjörðu svo vel, þú kynir þig. Já, ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson, þannig að ég er að pæla með þegar ég kom þegar það var verið að segja frá þessari könnun og var mjög spenntur fyrir niðurstöðunum og var svolítið kannski meira með siðmennti liði með að ég var að búast við eitthvað dimmri mynd þrátt fyrir að vonast eftir í náttúrulega öðruvísi, en ég var að pæla þegar ég man á fundinum var sérstaklega tekið fram, þetta var allt gert á rosalega vísindalegan hátt og svo fyrsta spurningin eftir trúaður. Er það ekki svolítið óvísindaleg spurning að leyfa hana fólkinu sjálf að skilgreina hvað það er að vera trúað og þá taka þá mismunandi skilgreiningar á því hugtaki og ég er líka að pæla, þegar mér finnst vanta meira töl varðandi þetta. Er siðmennt kannski að pæla í að gera eitthvað meira í framtíðinu og fara þá meira í kannski lestu Biblíuna einhvern tímann eða mætirðu kirkju x-um ári eða eitthvað svoleiðis. Gaman að heyra það. Já, svo ég svarði þessu, já, algjörlega, svo ég byrja á síðustu pælingunni að þá þegar við vorum að hugsa þessa könnun og langaði að gera rosalega stóra könnun með rosalega mörgum spurningum og hana mjög ítarlega. Það var bara svo rosalega dýrt að við erum einhvern veginn að finna út úr því hvernig var hægt að fá okkur góða könnun á þessu og limni of viðamikil. Og maskína var fengið til þess að búa til þessa könnun og hún var mikið til auðvitað byggð á fyrri könnunum. Og þessi spurning svo tilur þú vera trúað, en það er bara ein spurning. Svo kemur önnur, það sem spurt nánar út í það hvað það felst í því að vera trúaður. Þannig að það er könnunin fer dýpra í þá spurningum, svo að segja. Veit ég hvernig það svara spurningum? Já, ég held að kannski bara, við ákváðum að byggja þetta þannig upp að fara fyrst yfir í stóru spurningarnar eins og ertu trúaður eða ertu ekki trúaður og svo erum við með umfjöllun þrengri og afmarkaðri spurningar eins og þjóðkirkjuna, samleið með þjóðkirkjunni, aðskilnað ríkis og kirkju eins og ég kom inn á í kynningunni. En það er kannski, ertu með einhverju svona afmarkaða spurningu varðandi þetta sem við vorum að ræða núna trúna og þessar niðurstöður? Nei, ég var bara að svara þetta spurningunni. Já. En aðeins kannski smá komment. Mér finnst það mjög áhugavert sem þú bryddar upp á sem sagt að þetta, eins og ég sagði áðan, að þá finnst mér líka að þetta sé dálítið stórt hugtak svona með óljósa merkingu og en á móti kemur út það fyrir sig að einstaklingurinn verður með einhverju móti sjálfur eða sjálf að hafa þennan sjálfsákvörðunarrétt, það er að segja að vega það og meta hvort maður lítið svo á að afstaða mann sé trúarlega eða ekki. Fræðimenn vilja oft skilgreina það, já ef þú hefur þessa afstöðu þá ertu trúaður, en svo verður einstaklingurinn einhvern veginn að fá að hafa úrskurðarvaldið og þannig er kannski spurning sem opnar fyrir þetta þó að hún sé ónákvæm og annað þess að það. Og síðan þegar þú varst að spyrja hvort að þyrfti ekki að vera fleiri og nákvæmari spurningar, þá eru þær oft í könnuninni eins og kemur fram í máli ykkar, en sjálfum finnst mér þessi könnun svona heppilegri til þess að mæla það sem við köllum lífsskoðun, það er að segja svona lífsskoðun sem ekki er trúarleg, heldur en trúa því að hefur að segja að trúin er svo óræð stærð á margan hátt þegar kemur að hefur að segja hinni beinu kognitífu afstöðu, ef ég má orða það þannig, eða hinni huglægu, hugrænu afstöðu. Trú felst ekki bara í hugmyndum og hugarheimi, heldur líka iðkun. Og ef við ætlum að fá eitthvað eiginlegt kjöt á beinin þarna, þá verðum við að spyrja fullt af spurningum afstöðu, en líka fullt af spurningum iðkun. Já. Ég var Mírík Jónsdóttir heiti ég og við langar að spyrja, voru hinni trúuðu
spurðir afstöðu til Gamla testamentisins. Hvort að einhver trúði á Gamla testamentisins. Kannski þurfum við þetta ekki. Já, það var spurt til afstöðu fólks til Biblíunnar og við ætlum að koma inn á það örlítið á eftir og þrengja aðeins niður spurningarnar og niðurstöðurnar. Ein þarna, já, bara örstutt. Já, örstutt. Það var bara hvað ætti að gera næst og endurbæta. Var ekki örið að til dæmis kirkjan og síðan þær í samstarf næsta kvöld og fjármagna saman og framins. Eru kirkjunar menn hér í kvöld til að svara? Já, mér datt nú þetta sama í hug að hvort það væri kannski ekki bara næsta skref að gera stóra sameiginlega könnun og ég veit ekki hvort að ég leiksla fólk en mér datt þriðji hópurinn í hug, framsóknarmenn, koma svo oft sérstaklega út hérna. Ég ætla ekki að fara að drepa umræðin og dreif. Nei, það eru 2 hópar þarna sem að við komum, bara svona ég veit það er fullt af höndum hérna á lofti og bara svo við séum ekki að halda okkur bara við þetta afmarkaða dæmi og ég vil komast í gegnum spurningarnar og við opnum fyrir þetta allt saman á eftir og það mun enginn fara hérðan út fúll og fá sínum spurningum ekki svarað. En þú minnist þarna á að það er alltaf sömu hóparnir sem er kveikt á mér, það talaði bara svona hátt. Nei, ok, ég tala bara hátt. Og það er alltaf sömu hóparnir sem eru dregnir út og það er annars vegar, sko það er Framsóknarflokkur eða kjósendur Framsóknarflokksins, þeir mælast ítrekkað trúari, kristnari, hlintari þjóðkirkjunni heldur en aðrir. Píratar mælast á hinn veginn og svo er það unga fólkið og ég minntist á það hérna áðan og ég ætla bara svona að fara inn í þetta örstutt vegna þess að þetta er skemmtilegt og þetta er áhugavert og mér fannst þetta stórmerkilegt að ég hjó eftir því á 2 stöðum að það stóð 0,0% hjá fólki undir 25 ára og það var það sem að vakti athygli erlendis að enginn undir 25 ára hérna á Íslandi heldur að Guð hafi skapað heiminn og það var fjallað þetta út um allt. Það var fjallað þetta í Washington Post, það var fjallað þetta í Independent, það var fjallað þetta í Belfast Telegraph og það þótti mér ansi merkilegt og greinilega fleirum og við vorum talað okkur sem guðlausasta land í Evrópu og fleira í þeim dúr. Mér leikur svo litla forvitni og þetta er sko líka merkilegt vegna þess að það sem við komum inn á áðan varðandi sko að það er hægt að segjast vera trúaður á þess að trúa einmitt Biblíunni, 7 dögunum og því öllu saman. Hvaða merkingu, hvernig túlkar þessar niðurstöður að bara enginn, ekki einasta manneskja undir 25 ára trúir þessu? Aftur á móti held ég þessu 17% framsóknarmanna sem trúi þessu. Já, sko, ég hef nú kannski ekki svar á reiðum höndum hvernig stendur á því að hérna hlutfallið mælist 0,0% þarna hjá ákveðnum aldurshópi. Hitt er annað mál að ég held að þetta sé ómöguleg spurning. Já, ég meina hvernig hefur þú svarað henni? Ég? Já, ég skal alveg viðurkenna það að þarna er sem sagt, númer hvað er spurningin? Hún er númer 3. Hún er númer 3, já. Hvernig heldur þú að heimurinn hafi orðið til? Og þú fær hérna möguleika sko. Já, ég held að ég myndi bara svei mér þá hafa, sko, nú er ég svolítið, ég er hálfgerður refur og ef ég hefði svarað þessari könnun sem ég gerði ekki, þá held ég að mér hefði hætt til þess að svara ákveðnum spurningum taktíkst, það er að segja að svara valkosti 1 til þess að mælast ekki einhvern veginn öðruvísi. Þið skiljið hvað ég á við. Ég held að það séu ákveðnir aðilar sem að svara skoðanakönnum pínlítið þannig eða ég veit ekki hvað ég hefði gert en þegar ég les könnunin þá dettur mér það í hug. En ég hef gríðarlega mikla skoðun á því að til dæmis, já,
ég hefði alveg getað svarað að heimurinn var til með Big Bang. Það stríðir ekki á neitt þá gegn trúarskoðun minni að heimurinn hafi orðið til við Miklahvell. Ég hef skrifað þessa spurningu og ég held að ég hafi sagt í þeim pistli að ég hefði valið valkostinn, ég veit það ekki, ég hef ekki skoðun. Vegna þess að í sjálfum sér finnst mér ekki að þetta sé spurning sem fjallar trú. Það er að segja, ég myndi svara þessari spurningu frá trúarlegu sjónarhorni og í mínum huga þá fjallar það sem við köllum kristna sköpunartrú ekki það hvernig heimurinn var til. Bara alls ekki. Heldur fjallar kristin sköpunartrú frekar það, já, er einhver tilgangur með lífi okkar hér og nú? Og ef við færum út í hvað sköpunarsagan þýðir þá, eða hvað hún að pæla í, þá held ég að það séu mjög konkrét spurningar. Af hverju svona sárt að fæða barn? Af hverju uppruni hjónabandsins? Af hverju yfirgefur maðurinn föður og móður eða tekur saman við eiginkonu sín eða eitthvað þess. Það er að segja, þetta eru táknsögur sem að skýra daglegt líf, þverstæður þess og leita tilgangi á bakvið allt saman. Ég hefði aldrei viljað svara spurningunni þannig að Guð hefði skapað heiminn í merkingunni 7 daga sköpun eða eitthvað þess, vegna þess að ég lít alls ekki á það sem hluta af kristinni trúarhefð. Hins vegar þetta hluti af þeirri trúarhefð sem til dæmis er rík á biblíubeltinu í Bandaríkjunum og þar sem að sambærilegar trúarlegar vakningar hafa rutt sér til rúms. Þannig að það er ekkert skrítið að Bandaríkjamenn til dæmis hrökkvi í kút við þetta. En er þá Suðurland og Reykjanesi biblíubelti Íslands? Já. Vegna þess að 30% íbúa þar telja að Guð hafi skapað heiminn og það er alveg marktækur munur. Og það er langhæsta hlutfallið. Það er athugandi að kanna þá sérstöðu. Já, en mér finnst þetta svolítið áhugaverð greining hjá þér vegna þess að ég hefði haldið að það sem að greinir mig frá kristnum einstaklingi er að hinn kristni hefur einhverja sannfæringu fyrir því hvernig heimurinn var til og að til þess að geta vísað í til dæmis biblíuna til þess að svara siðfræðilegum spurningum og spurningum tilveruna. Alveg rétt, siðfræðilegum spurningum og spurningum tilveruna, en ekki endilega svona kosmogónískum spurningum hvernig heimurinn var til. Það er annan mál. Já, sko, fyrir mér lítur þetta þannig út að þegar fólk hefur lítið kynnt sér sögu trúarbragða og veit lítið trúarbragð og bara yfirleitt heiminn í kringum sig, þá er það mjög bókstafstrúar. Og þar sérðu fólk sem að útskýrir allt með trúarbragðum. Það finnur svörin í biblíunni, það finnur svörin hjá prestunum í kirkjunni sinni og svo framvegis. Og svo þegar þekking kemur, þá tínast hlutirnir úr og allt í einu eru trúarbragðin farin að svara ekki hvernig heimurinn var til eða hver er tilgangur lífsins, heldur kannski eru trúarbragð aðalega að tala hvað er rétt og hvað er rangt. Skilurðu? Þannig að við bökkum alltaf. Þá spyr ég sko, er ekki eðlilegast bara að álíta að trúarbröðin hafi í raun og veru ekkert að segja, hvorki hvernig heimurinn var til og ekki heldur það hvað er rétt og hvað er rangt. Af hverju hefur, ég velti fyrir mér svona, að því ég er búinn að vera svo lengi trúlaus, ég bara er að reyna að átta mig á því hvernig, ég er að reyna að setja mig í þín spor. Já. Af hverju ert þú ekki húmanist eins og ég? Ég skilja það bara ekki. Já, það er spurning. Það er til ýmislegt sem heitir kristin húmanismi. En sko, bara til þess að prófa að svara þér svona algjörlega á persónulegum nótum. Já. Þá trúarlegar spurningar í mínum huga
eru nánast sömu spurningarnar og ég ímynda mér að ég komi til með að liggja og velta fyrir mér á banabeði, ef ég morða það þannig. Og mér finnst alveg ótrúlega ótrúlegt að ég komi til með að liggja þar, hvar og hvenær sem ég liggi í þeim nótum og velta því fyrir mig hvernig í ósköpunum skyldi þetta hafa orðið til. Ég er ekki að gera lítið úr þeirri spurningu, en í mínum huga finnst mér hún ekki aktúel við þessar aðstæður, þar sem að tilveru spurningarnar verða beittastar frammi fyrir dauðanum. Þar held ég að maður myndi miklu frekar spyrja, hafði þetta allt saman einhvern tilgang? Og þar kemur trúin inn í mínum huga, semst ekki hvernig þetta var til, heldur getum við lesið einhvern tilgang inn í þetta, einhvern munstur. Önnur trúarleg spurning tókst mér að vera svona sæmileg manneskja? Stóð ég að einhverju leyti í stikkinu? Það er siðferðisleg spurning, þannig að mitt svar við þinni ágætu spurningu er eiginlega það að í mínum huga trúin ekki fullvissa, heldur glíma við spurningar sem lúta að tilgangi, spurningar sem lúta að, hvað að vera sæmileg manneskja, ég er ekki að biðja að vera voðalega góður, en svona sæmileg manneskja, og hvernig tekst mér að gera þetta? Þetta er það sem trúin fjallar í mínum huga. Hins vegar hefur okkur alltaf hægt til að nota Guð sem nokkurs konar vinnutilgátu. Það er að segja, við komum að einhverju mörkum þar sem við teljum að núverandi þekking okkar geti ekki svarað spurningunum, þá grípum við til Guðs og segjum já, ætli það hann hafi þá ekki bara búið þetta til, eða þá við stöndum fram fyrir ofboðslegu böli, við veitum ekkert hvernig það verður dundi á okkur, ætli Guð hafi þá ekki bara valdið þessu. Það er að segja, við notum hann sem einhvers konar vinnutilgátu, og af því að ég hef nú skrifað ýmis af þessum málum, þá held ég að hann birt einhvern tímann á trú.is, Guð er dauður, Guði sé lof hét hún, og það þýddi að menn séu eiginlega búnir að yfirgefa þessa vinnutilgátu Guðs mynd, til dæmis í guðfræðinni í dálítið stórum stíl. Ég veit ekki hvað það svara spurningunni sem var góð, en ég er bara engu nær. Spurning 6 er lögð fyrir þá sem að segjast vera kristnir. Og spurningin er, hvað skilgreining lýsir því best í þínu tilviki sem gerir þig kristinn eða kristna? Og 43%, stærsti hópurinn, svarar þessu, sem er svolítið tengt þessu sem þú varst að segja. Ég er ekki með öllu vissum tilvist Guði sem trúi á boðskap kristninnar og siðferði hennar. Það er 43,4% sem svara þessu, og svo eru 36% sem segja ég trúi á Guð, Jesú, upprisun og eilíft líf og ég aðhyllist boðskap Biblíunnar. Og rúm 11% segjast vera trúlaus sem tilheyra kristinni hefð og gætu til dæmis verið skírður eða sækja messu á stórhátíðum. Og þarna finnst mér svolítið áhugavert vegna þess að þarna eru 11% sem skilgreina sig sem kristinn en haka samt í að segjast vera trúlausir. Allar þessar tölur þú varst að nefna eru þeir sem að segjast vera játa kristna trú. Já. Og meðal þeirra eru margir sem að segjast vera trúlausir. Já. Þannig að og líka þetta eru 20% sem segjast ekki trú á Guð en aðhyllast kristni og siðferði kristninnar. Já, það sem að kemur mér alltaf á óvart þegar ég heyri svona ágæta guðfræðinga vera að tala um trúarbrögðum er að þeir lýsa trúarbrögðunum bara ég get eiginlega ekki fundið munin á trúarbrögðum og heimspeki samkvæmt þinni lýsingu. Þú ert bara að fjalla að menn sé að velta fyrir sér tilganginum með lífinu og þegar maður deyr, maður velti fyrir sér hvort maður hafi verið góð manneskja og hvað er rétt og hvað er rangt, hvað greinir, ég átta mikið á því hver er munurinn á því að vera bara heimspekingur þá og kristinnar trúar. Skilur hvað ég er að fara? Já. Er ekki línurnar líka kannski svolítið að
stækka og verða óskýrari. Já, ég veit ekki hvort að þessi lýsing myndi ganga upp nokkur staðar annars staðar en á Íslandi eða Norðurlöndunum. Það sem ég er raun og verið að velta fyrir, ég veit að oft þegar trúleysingjar eru að tala trúarbrögð þá reyna þeir ofta að mála hina trúu sem hálfgerða bókstafstrúar. Annarkvort ertu bókstafstrúarmaður eða þú ert bara, skilur hvað er að fara. Já. Ég hef oft gert þessa gagnrýni. En ég velti það samt fyrir mér, hvað er það sem að gerir það að verkum, og nú er ég veit ekki hvað er persónuleg spurning, hvað gerir það að verkum að þú ert kristinnar trúar? Ég er að átta mig á muninum á okkur. Já. Þetta er út af fyrir sig ágætt spurning og það er líka svolítið interessant að velta því fyrir sér hvort að sé alltaf svona nauðsynlegt að vera með bása og hólf og box og flokka sér niður. Er það gagnlegt, er það frjótt, eða er hitt kannski frjóra að leita því sem er sameiginlegt eða ekki? Hitt er svo annað mál að ég kann að vera pínlítið móttaður af þessari afstöðu sem þú lýstir að það er svo ótrúlega oft í íslenskri trúmálaumræðu að það er sett samasemmerki á milli sem sagt trúar og bókstafstrúar. Og þetta er ekki nein alþýðleg nálgun í umræðunni, heldur er það bara svo að sem sagt fyrir 20-30 árum þá tókust á í skírnir, ekki skírnir, er það ekki eitt af svona fínu tímarittunum hérna? Tveir doktorar, annar í heimspeki og hinn í guðfræði, ekki hvort ég ætti endilega að vera að nefna nöfn á þessum ágættu mönnum, en heimspekingurinn sem sagt, hann viðurkenndi eiginlega ekki guðfræðinginn sem viðræðu hæfan aðila vegna þess að hann var ekki bókstafstrúarmaður. Og þetta þótti mér dapurleg niðurstaða í tiltölulega lærðri umræðu. En auðvitað er það svo, ég skal vera alveg heiðarlegur með það, að þó að trúin sé mjög óljós og félist ekki endilega í einhverju fullvissu eða svörum, þá hefur hún náttúrulega einhverja sérstöðu. Það er eitthvað sem gerir afstöðu að trúarlegri afstöðu en ekki bara hreint heimspekilegri afstöðu. Þó það séu þarna, eigum að segja, einhver óljós mörk. Og einkenni trúarlegu afstöðunar í mínum huga er kannski það að hún gerir allavega mjög sterklega ráð fyrir því að Guð geti verið til. Ég er ekki að segja það að hinn trúaði sé alla daga fullviss það eða eitthvað í þá veru. Þannig að þegar við lesum 7. spurninguna þá er ég að velta því fyrir mér hvort að svarmöguleiki minn hefði kannski verið ég er ekki með öllu vissum tilvist Guðs. Það er að segja... Ég get ekki útilokað það. Ég myndi heldur segja það jákvætt, ég reikna með því, eða vonast til þess, eða eitthvað í þá veru. Það sem ég á við er einfaldlega það að hugsanlega er aðgreiningin á hópunum, ég er ekki með öllu vissum tilvist Guðs og ég trúi á Guð. Þetta er ekki neinir eldveggir á milli held ég, vegna þess að ég held maður þurfa að vera svo rosalega viss, eða rosalega dogmatískur, eða jafnvel svo rosalega innmúraður í kirkjuna til þess að velja alveg afdráttarlaust, ég trúi á Guð, Jesú, uppreisn og eilíft líf, aðhyllist boðskap Biblíunnar. Þessi spurning hún er til þjóðkirkju fólks og þjóðkirkja er jú, eigum við að segja, svona umfaðmandi og opin en ekki þröng og útilokandi. Þannig að þegar mörgum verður starfsýnt á 36% þá get ég farið að velta hérna upp 79%, ekki? 43 + 36.
Ég meina þá gerum við ráð fyrir því að þeir sem segjast ekki vera vissir að þeir einhvern veginn flokkist með þennum hugsanlega trúuður. Já, ég á einfaldlega við það að þetta eru snillmengi. Það í mínum huga. Það er ekki hægt að segja þetta eru tveir algjörlega aðskildir hópar. Þetta eru hópar með flæði. Við höldum okkur áfram í svona litlum afmörkuðum spurningum eða þannig. Ég er að spá í að opna aðeins út í sal og leyfa ykkur að taka þátt í smá díalógi. Það er, gjörðu svo vel. Það er ég? Já, byrjum á þér. Það var aldrei þig. Þakka fyrir áhugaverða hugmynd og þetta könnunni. Það var ekki svo sett mig djúpt inn í þetta en snýrst þetta einhverjum það að vera trúaður eða ekki trúaður, eða kristinn eða trúlaus, vegna þess að núna það marga lífsskoðanir til. Það er kannski að segja allir sem eru ekki að þetta trúarbragðslausu að sömu lífsskoðun. Og sem dæmi má nefna að nú er í umsóknarferli nýtt lífsskoðunarfélag, Díamant, félag díalektíska efnishyggju. Og það væri hins vegar mjög áhugavert að spyrja í næstu könnun. Hvort að menn til dæmis að þetta er díalektíska efnishyggju. Því það er svona ég veit ekki alveg hvað siðrænn humanisti er nákvæmlega sko. Ef ég væri spurður eftir siðrænn humanisti, ég myndi segja ég veit það ekki alveg. En eftir efnishyggjum, þá myndi ég segja já. Og svona þannig að verði kannski á. Og svo er þetta merkilegt með til dæmis, ef við tökum bara svona afstöðu milli trúarhópa. Þeir sem hafa uppbyggt mjög mikla andúð á múslimum eins og núna er uppbyggt. Ég hugsa að stór hluti þeirra telji sig kristna. Og í viðtali við mig myndi ég segja akkurat að agnóðsmengjandi múslima, þeir standa eitthvað mjög nálægt. Þetta er mest í sömu trúarbrögðum. Svo kem ég með allt aðra lífsskoðun. Gersamlega trúlaus á það náttúrulega en sýnir þeim skilning og uppbörðarlyndi og bara við þeirra rétt til að hafa sín trúarbrögð eins og þessi kristni. Það er svona áhugavert kannski að fæla líka í afstöðu kannski skoðanir inn að ýmsu trúarhópa, trúleysir hópa og lífsskoðana til ýmsa mála og afstöðan innbyrðis. Akkurat. Góð pæling. Það varst þú sem varst næst, var það ekki? Ég heiti Flugurður Vestur. Ég var að koma að könnunni sem var gerð 2004 og mér langaði aðeins að koma inn á bara upphafi, náttúrulega þakka fyrir þetta. Fyrst þessi spurning einmitt og túlkurinn á henni Miklahvell og Guð. Ég var mjög ánægð með yfirleitt könnunina hjá ykkur en mér fannst þessi spurning bara alveg arfa vitlaus vegna þess að þú getur ekki sett fram svona spurningar ég trúi þessu eða þessu nema það sé alveg nátt útilokandi og þessar eru það ekki. Ég til dæmis trúi á Guð að skapa heiminn og ég trúi alveg á Miklahvell sem ég hef ekki upp í skýringu. Ég vísu mjög lítinn skilning á því en mér finnst það mjög særðilegt en það er kennt í skólakerfinu okkar. Þannig að má eiginlega segja að þetta 0,0% sýni hvað skólakerfið er virkt. Og það er engin hreyfing og ég efast að sé allavega ekki innan þjóðkirkjunnar eða lúterskra fríkirkna prestur sem að trúi því ekki að heimurinn hafi orðið til með Miklahvell eða einhverjum vísindalegum hætti. Þannig að spurningin fannst mér marklaus og vond en ég fannst nú líka endurspegla á því að koma þess að fyrirumræðum með trú og trúleysi. Því að það langaði mig að benda á að það var gerð mistök í könnuninni 2004 og spurði Kappa Centrale og það spurði allir ekki trúaður sem hefði verið mjög spennandi en þeir spurðu sem sagt fyrst allar hvaða trú játaru og þeir sögðu ég játa kristna trú og spurðir áfram og það voru rosalega mistök. Þess að það var áhugavert eina þessum hóps þá sögðu nákvæmlega jafnmargar karlar og konur ég er trúaður, ég játa kristna trú en miklu fleiri konur segist vera trúaðar að það eru karlar. Og þið komið ekki inn á því kannski eftir að gera það en það sem ég varst mjög áhugavert í þessari könnun og langaði að spyrja náttúrulega út í var að er það alveg skrítið, þetta er eina könnun sem ég veit til í heiminum sem ég vil gera því ég er búin að lesa margar þar sem eru fleiri karlar sem segist vera
bækurnar hitt, sko, bara hérna allt í kringum okkur. Þannig að mér langar að fá einhver revísjón á það. Og svo langar mér líka að taka upp þetta trúaður ekki trúaður og þessa mögulegu breytingu sem er kannski mikil og kannski lítil fyrir hvernig við viljum túlka það. Getur verið að þessi polarisering í umræðinni sem allavega við upplifum mjög sterkt, sko, það er alltaf verið að skilgreina fyrir trúna. Það er að segja, sko, að þú ert trúir, þá trúir þessu og þessu og þessu. Þá trúir ekki mikla bölki, heldur því að Guð skapa heiminn. Þó að, sko, þetta var skrifað þetta, sko, biskupnum Guðfræðiprófessor fyrir 40 árum, sko, bara og málið afgreitt. Þannig að það hefur aldrei verið upp á borðinu hjá okkur. Þó það sé ekki sem Biblíuveldinu og einmitt Suðurlandið og þeir, það gæti verið einhver pólemisk svör á þeim, en það er alveg pottþétt ekki Biblíuveldið okkar. Það er alveg pottþétt, það getur ekki verið, þannig að þessu túlkun er bara raun. En sem sagt getur verið þessi polarisering umræðuníska, sem er svo mikið að skilgreina hvað það er sem er trú. Þau eru mjög áhrifrík útvarpstæki sem eins og Harmageddon, gerum við ekki grína trú en líka sko, alltaf þessum trúaða sem bókstafstrómarnir úr Biblíuveldinu. Og þannig að þegar menn sem sagt eru eitthvað óöryggjur og samsams ekki þeirri mynd og segir ég er þá greinilega ekki trúaður. Þannig að mér langar bara að velta því fyrir mér vegna þess að ég fannst einmitt sko, ég velti fyrir mig því þessu spurningu sinni, eru þeir að leika sama leik, eru þeir að reyna að pólarisera umræðuna? Þú veist, er það virkilega sem væri fyrir? Ég trúi það og eiginlega ekki en þú veist, velta þess að fram. Viltu svara þessu? Já, sko, ég held að aðal ástæðan fyrir því að Siðmennt ákvað að gera þessa könnun, sko, aðal ástæðan, eða eina ástæðan var svo að þegar Siðmennt hefur verið að tala fyrir stefnumálum sínum og hugmyndafræði, siðrænum húmanisma, aðskilnaði ríkis og kirkju, jafnrétti lífsskoðunarfélaga, að skólar eigi að vera trúarhlutlausir og svo framvegis, þá hefur reglulega komin upp svo umræða að hér sé bara hávær minnihlutahópur að tala. Við trúarsyngjarnir, húmanistarnir sem viljum aðskilnaði ríkis og kirkju og viljum að skólarnir séu hlutlausir, við erum minnihlutahópur. Þetta hefur ekki verið okkar tilfinning og ég held að við höfum svolítið viljað fá sko bara svart á hvítu hvað finnst Íslendingum og það kemur í ljós samkvæmt þessu og reyndar samkvæmt öðrum könnunum að ef eitthvað er þá eru við sem teljumst vera siðrænir húmanistar, við erum eiginlega í meirihluta. Það er að segja langt flestir, stærsti hópurinn er sammála húmanistum þegar kemur að tilvistarlegum spurningum. Langt flestir eru sammála málflutningi siðmenntar þegar kemur að aðskilnaði ríkis og kirkju. Langt flestir eru sammála því að það er ekki að stunda trúboð eða vera með trúaráróður í opinberum skólum. Það kemur sem sagt í ljós að þessi háværa minnihlutaskoðun er það ekki. Hún er meirihlutaskoðun. Og það er áður en að fólk vera að ræða það aðeins, þá finnst mér mjög mikilvægt að taka það fram að rétt eða rangt, hvort það eru sko stórar tilvistarlegar spurningar, hver er tilgangur lífsins, hvernig var heimurinn til, eða bara réttlæti spurningar á að skilja að ríki og kirkju eða á að mismuna fólki eftir kynni eða framvegis. Allt þetta, það skiptir engu máli hvað meirihlutin segir. Rétt og rangt er ekkert háð meirihluta eða minnihluta. Þannig að það hefur ekkert breyst þó að tölurnar hafi kannski þegar ég á farið í átt til minna skoðunar hefði ég haldið, þá hefur sko hafa staðreyndirnar ekkert breyst. Það er mér alveg sko mér er alveg sama hvort að meirihluti eða minnihluti er hlynntur til dæmis aðskilnaði ríkis og kirkju. Ég bara tel að þessi siðferðislega rétt að ríkisvaldið sé ekki að skipta sér að trúmálum einstaklinga. Skilur hvað er að fara? Skilur þú hvað hann er að fara? Ég vona sem sagt að það er fleiri spurningar í loftinu þannig að ég vona að við eigum nú ekki að fara beint út í umræðunum aðskilnað ríkis og kirkju, heldur meira þennan snúning sem við erum að taka núna og látum það kannski liggja svolítið áfram. Hins vegar væri það spennandi sko, en það eru tvö bara lítil atriði sem ég langaði til þess að sem sagt
staldra við, það sem sagt annars vegar að eins og kom fram í máli Steinunnar Arnfríðar hérna að þessi könnun á margan eða bara flestu leyti ágæt, hún tekur svona stórar spurningar og brýtur þær svo niður í fylgispurningar og maður fær svona skarpari mynd en það í hennu undirtónn, það alveg augljós undirtónn í könnuninni þar sem verið að kalla fram póla eða polariseringu, trúaður, trúlaus og þá komum við að þessu spennandi atriði hvernig Sigurður túlkar heildarniðurstöðu könnunarinnar af því að mín fyrstu viðbrögð við þessari könnun þetta hlýtur nú eiginlega að vera bömmir fyrir siðmennt af því mér fannst sko það sem ég sko af því að þið stillið okkur oft svo upp eða ekki siðmenntar menn heldur eitthvað að segja gagnrýnendur trúarinnar stillið okkur svo upp oftast svona sem eitthvað að segja bókstafstrúarmönnum þá myndi ég álíta kannski að hinn dæmigerða húmanistíska afstaða væri sem sagt sú sem dálítið tekur þunga beina afstöðu gegn því að Guð sé til að mynda eða viðurkennir sig algjörlega trúlausan með öðrum orðum og þetta ekki skaplega stór hópur sem fellur undir þetta. Mér sýnist ef við summerum upp svona ýmsar spurningar þá séum við að tala kannski 25% hóp sem myndi falla undir þetta. Það finnst mér nú ekkert voðalega stórt hlutfall í raun og veru þannig að ég ætla ekki að taka meiri tíma í þessari umferð. Já, en ég bara náttúrulega þess að ég held að bara rétti svo mjög margir trúlausir verið að reyna sko að setja hérna trúið í ákveðin bás. Þá vill það oft verða þannig líka að þeir sem eru trúaðir gera okkur trúlausingjum setja á okkur skoðanir sem við höfum endilega ekki. Til dæmis mitt svar með flestu spurningum, ég veit það ekki. Það eiginlega algengasta svarið mitt. Ekki, Guð ekki til eða þetta ekki svona. Oftast mitt svar, ég veit það ekki. Og ég held að það eigi bara við mjög marga sem eru trúlausir. Þeir bara vita það ekki. Þeir geta kannski sagt að þetta og hitt svar sé mjög ósennilegt en ég held að langt flestir svari mjög erfiðum spurningum bara, ég veit það ekki. Við erum að nálgast til mikið. Þetta alltaf kannski, við erum alveg að fara að leysa lífsgáttuna hérna. Áður en við höldum áfram með þessar spurningar vegna þess að það nóg eftir og það eru skemmtilegar pælingar eins og Sigurður kom inn á aðskilnaður ríkis og kirkju, samleið með þjóðkirkjunni og svo hefur við líka eftir að ræða þessa svona auka hliðarspurningu varðandi líknandi dauða og ég alveg viss að það eigi eftir að skapast líflegar umræður líknandi dauða. Ég ætla hins vegar, við erum búin að sitja hérna í klukkutíma og ég ætlaði bara að láta ykkur vita að ef þið viljið standa upp, hreyfa ykkur aðeins í 2-3 mínútur, fara á barinn, eitthvað svoleiðis, þá ætla ég að gefa ykkur tækifæri til þess núna og svo höldum við bara áfram eftir 5 mínútur. Það ítrekað verið að koma inn á það bæði í spurningunum og svörunum hér í kvöld varðandi aðskilnað ríkis og kirkju og það svona lítið og afmarkað mál sem við getum rætt núna og það niðurstöðurnar í þeirri spurningu og það var bara spurt einfalt ertu fylgjandi eða ertu hlynntur eða andvígur aðskilnaði ríkis og kirkju og tæpur helmingur hlynntur aðskilnaði ríkis og kirkju en tæplega 20% eru andvíg aðskilnaði ríkis og kirkju og 33% svona beggja bland. Og þegar það litið til þeirra sem að taka afstöðu, sem sagt ekki þeir sem eru beggja bland, sem eru bara af eða á, þá eru 72% hlynnt aðskilnaði ríkis og kirkju en tæplega 28% andvíg. Og ef við komum bara svona aðeins inn á þetta endalaust deilumál, endalausar pælingar, það allir stjórnmálaflokkar sem að tala þetta og eiginlega virðast langflestir hafa einhverja skoðun á þessu. Hefur þú skoðun á þessu, Hjalti?
Já, jú, ég hef skoðun á þessu mikil ósköp. Hún er bara ekki já eða nei. Þú ert ekki að blands, þú ert 33%. Sko, í mínum huga er svona, hvað ég var að segja, svolítið athyglisverður póll kannski sem að Sigurður tók í sem sagt sinni upphitun á þessari spurningu þarna fyrir hér og þá fannst mér, nú er ég kannski að gera þér upp orð af því maður gerir það nú kannski alltaf í einföldunum, en mér fannst út af fyrir sig að þér fyndist að svona meiri hluta, minni hluta afstaða skipti ekki máli í þessu sambandi, þetta væri það svona ákveðnar ekki staðreyndir, þetta svona grunnbreytur sem að prinsip sem að þyrfti að taka afstöðu til og ég er þér sammála í því að sko þarna erum við að hluta til að ræða eigum við að segja svona mannréttinda tengd mál, það er að segja tengsl ríkis og kirkju geta komið inn á mannréttindi og þegar slíkar spurningar er að ræða þá skipta mælingar svo sem engu máli, minni hluti eða meiri hluti eða eitthvað í þá veru, þá verðum við bara að taka afstöðu til prinsipana og þannig erum við líka að tala um mál þar sem að eigum við að segja þróun hefur orðið hröð og polarisering hefur vaxið fram tiltölulega hratt í seinni tíð. Ég viðraði svona hugmyndir áðan að á 30 ára tímabili hafi kannski ekkert ægilegt skrið átt sér stað svona varðandi trúarskoðanirnar þó að það sé bara svona teygjanleg afstaða. En í þessari spurningu þá hefur orðið gríðarlega mikil breyting í raun og veru. Í þessa átt að það eru stöðugt fleiri sem að telja að aðskilnaður ríkis og kirkju sé sjálfsagður eða sé nauðsynlegur eða eitthvað í þá veru. Þá finnst mér svolítið athyglisvert að líta til alþjóðlegrar mannréttinda umræðu og dómaframkvæmdar hjá Mannréttindadómstóli Evrópu, þar sem að nokkrum málum hefur verið sinnt sem að lúta að tengslum ríkis og kirkju og svona ef við lítum yfir það svið þá er heildarniðurstaðan af þessum síðustu dómum svo að þjóðkirkjuskipan sem slík hún brjóti ekki gegn mannréttindum að tveimur skilyrðum uppfylltum, það er að segja að trúfrelsi þeirra sem að ekki tilheyra þjóðkirkjunni, að það sé tryggt og að mismunun eigi sér ekki stað. Þannig að við getum kannski sagt að ef við viljum nálgast þetta algerlega út frá prinsipsafstöðunni, þá getum við kannski sagt að það er ekkert í alþjóðlegu umræðunni eða dómaframkvæmdinni núna sem segir að til að uppfylla mannréttindum þá verðum við að gera aðskilnað eða eitthvað í þá veru. Hins vegar eru þarna atriði sem segja við þurfum alltaf að vera vakandi, við þurfum að skoða hvernig er framkvæmdin og er eitthvað í framkvæmd á þjóðkirkjuskipaninni eða tengslum ríkis og kirkju sem gerir það að verkum að við þurfum að gera breytingar, ef að segja fínstilla þjóðkirkjukerfið ef við viljum halda því eða afnema það ef við viljum ekki halda því og við skulum hafa þá algerlega á hreinu að þetta er ekki trúarleg spurning. Það er hægt að færa mjög góð trúarleg og guðfræðileg rök fyrir því að þessi tengsl eigi bara ekkert að vera en þannig að hér erum við svona meira að tala um hefð, sögu og eitthvað í þá veru. Og bara til þess að koma því að líka áður en ég gleymi því, þá hefur líka orðið svona ákveðin grundvallarbreyting á skilningi fólks á trúfrelsis hugtakinu. Fram eftir 20. öld þá var skilningurinn sá trúfrelsi, það er eiginlega frelsi til þess að játa hvaða trú sem er eða hvaða trúleysi sem er án afskipta yfirvaldana
og iðka þessa trú eða þetta trúleysi og þetta var oft kallað jákvætt trúfrelsi hér áður og annað einkenni var það að þetta var réttindi fyrir hópa eða trúfélög. Núna er trúfrelsi frekar skilgreind svona, minnst okkar í almennri umræðu, sem réttindi einstaklinga og réttindi einstaklinga til þess að fá að vera í fríði fyrir trúarlegu áreiti. Og það er svona eiginlega franska módelið. Þannig þetta er svona breyting á skilningi á trúfrelsishugtakinu í takt við aukna einstaklingshyggju. Þannig að ég er ekki sem þessi sammála þessari skilgreiningu vegna þess að eins og ég skil trúfrelsishugtakið þá er það þannig að allir hafi rétt einmitt til þess að trúa og að stjórnvöld sé ekki að stjórna við veg fyrir eða ákveða fyrir einstaklingarna í samfélaginu hverju þau mega trúa eða hverju þau eiga að trúa. Og þegar þú segir einu skiptin sem að ég og mínir félagar sem ég þekki sem eru trúlausir og eru í siðmennt vilja einhvern veginn koma í veg fyrir hvernig orðað að þurfi ekki að verða fyrir trúarlegu áreiti. Já. Það var bara við á opinberum stöðum, þar sé að í stöðum og stofnunum sem hið opinbera rekur fyrir almannafé og fyrir alla. Ég er til dæmis, þó ég sé algjörlega trúlaus, þá er ég finnst mér algjört grundvallaratriði að allir hafi rétt til þess að trúa hverju sem þau vilja. Hvort sem þau eru kristnir eða múslimar eða búddatrúar eða súistar eða hvað sem þeir heita allir sama hversu fáranleg hugmynd mér þykir sú hugmynd vera, þá finnst mér að allir eiga að hafa óskorðaðan rétt til þess að trúa því sem þeir vilja trúa á svo lengi sem þeir skaði ekki aðra með beinum hætti. Eina sem að ég set spurningamerki við og er á móti, það er að einhvers konar trúar áróður sé stundaður af hinu opinbera eða í skjóli hins opinbera. Já. Það er mikill munur þar á. Þetta er rosa þægilegt hvernig þið talið vegna þess að þið siglið svona inn í alltaf næstu spurningar fyrir mig. Það er þarna nokkur svolítið aðeins kannski pínlítið maður grípa inn í þetta svar. Í trúfrelsisumræðu eða trúarréttarlegri umræðu þá er það gríðarlega stórt prinsip sem að verður að hafa í huga hvort sem er þjóðkirkjuskipan eða ekki. Það er sem sagt að á ákveðnum stöðum þurfi að gæta algjörlega sérstakrar varúðar að eigum að segja að trúarleg mismunun eða það er að segja að allir sitji við sama borð. Og það er ekki endilega í hinu opinbera rými sem að það er sagt svona í trúarréttinum, heldur er það á stöðum þar sem maður dvelur, nauðugur eða skyldugur til að vera á. Eins og í skóla. Í skóla, skyldunámsskóla, í fangelsi eða á spítun. Það er að segja á þessum stöðum þá verður að fara alveg ekstra varlega. Þar erum við sammála og svo er það spurning meira hið opinbera rými. Og síðan aðeins þetta með hið opinbera og þjóðkirkjuna Í mínum huga þarf það að útskýra miklu betur í hverju það felst að hér hafi hið opinbera með einhverjum hætti puttana í þessum málaflokki. Það er að segja, auðvitað höfum við þetta ákvæði stjórnarskrárinnar að vernda og styðja og við getum veltið fyrir okkur hvað það merki. En ég myndi halda að það væri algjörlega fráleitt að halda því fram að hið opinbera standi hér í einhvers konar trúarlegum áróður eða trúarlegum þrýstingi. Það þarf minnst að skýra það svolítið betur. Já, ég velti því það er alltaf svo áhugavert þegar þessi umræða kemur aðskilnað ríkis og kirkju og þegar ég fæ þessi svör, ríki og kirkja er eiginlega aðskilin, geturðu dæmt mér á dæmi það hvar ríkið er að skipta sér af kirkjunni og svo framvegis.
þá velti ég fyrir mér, af hverju eru svona margir á móti aðskilnaði ríkis og kirkju ef að tengslin eru í raun og veru engin? Ég skil ekki af hverju næstu því allir í þjóðkirkjunni segja bara já, endilega aðskilja ríki og kirkju. Ég skil ekki af hverju fólk á móti aðskilnaði ef að það engin tengsl í raun og veru. Það ekki mín orð að sé engin tengsl. Ég heyri það mjög. En já, og ég kannast við þetta og ég hef gagnrýnt það mjög bara nýlega að fulltrúar kirkjunnar halda því stundum fram að aðskilnaður hafa átt sér stað. Það algerlega rangt að mínu viti og bara einhvers konar taktík í umræðu eða eitthvað í þá veru. Ef við höldum okkur svona aðeins, við vorum á svona kannski andlegum nótum fyrir kaffipásu og höldum okkur svona núna aðeins bara við svona konkrétt efnislega spurningar eins og til dæmis þetta, aðskilnað ríkis og kirkju og svo aftur þessar endalausu deilur og pælingar varðandi kristnar trúarathafnir í opinberum leik- og grunnskólum sem á kannski svolítið skylt við aðskilnað ríkis og kirkju og hvar kristin trú og þjóðkirkjan sýnileg í opinberu rými eins og Hjalti var að koma inn í skólum, inn í fangelsum, inn á spítulum og það þekkja allir þessa umræðu sem að hafa opnað fjölmiðil undanfarin 5 ár. Hvort að það eigi að innan gæsalappa neyða börn að taka þátt í að fara í kirkju eða stunda kristinfræði eða eitthvað slíkt. Og það var sem sagt spurt eftir sammála eða ósammála því að kristnar trúarathafnir, bænir eða guðsorð eigi að vera liður í starfi opinberra leikskóla og grunnskóla. Og það voru þá 38% sem voru sammála því að kristnar trúarathafnir, bænir eða guðsorð eigi að vera liður í starfi opinberra leikskóla og grunnskóla, en 35% sem eru því ósammála. Þannig eru 52% sammála en 48% ósammála sem segjast hvorki vera sammála né ósammála. Þannig að það þarna lítill munur en það samt munur. Það eru fleiri sem vilja halda hefðunum eins og eða halda leik- og grunnskólastarfi eins og það í dag á flestum stöðum og mér langaði aðeins bara svona örstuð vegna þess að ég veit að fólk kannski bæði komið á ógeð þessar umræðu og hún getur líka farið út víðan völl. Hvað svona kannski örstuð Hjalti, hvað þér finnst þessa niðurstöðu? Kemur það þér á óvart að það eru fleiri sem eru hlynntir því að hafa hlutina eins og þeir eru heldur en að breyta þeim? Það kom mér gríðarlega mikið á óvart, já. Og mér finnst þetta bara mjög óvænt og athyglisverð niðurstaða. Vegna þess að sjálfur ég dálítið krítískur í þessu efni, það að segja ég alveg blákaldur á því að fylgja þeim málstað að skólakerfið eigi að fjalla trúarbrögð á sama hátt og aðra þætti menningar og þjóðlífs og það eigi að fræða trúarlíf, trúariðkun, trúarbrögð heims, kristni kannski alveg sérstaklega vegna þess að það svona okkar hefð sem einkennist að henni og þetta sé bara hlutverk skólans að gera okkur menningarlega læs að þessu leytinu til en að ég telji að það eigi að fara fram kristnar trúarathafnir í opinberum leik- og grunnskólum eða semst að iðka kristna trú þar það voru gerðar breytingar í upphafi 20. aldar tímabilinu 1907 til 1926 sem að greindu kirkjuna og skólan að og þar var þessum spurningum eiginlega svarað hélt ég en ástandið svona núna og kannski getum við sagt að fyrir þau sem að vilja halda þessum núverandi tengslum þá sýnir þessi könnun að það sé engin akút vandi en ég þá meira prinsipástæðum að segja að þessar tölur komið mér á óvart og mér finnast þær háar. En það kannski líka, það búið að allavega held að ég sé að fara með rétt mál að Reykjavíkurborg búin að bregðast við þessu á einhvern hátt og búin að setja kannski ákveðin stoppara og börnum
núna kannski meira en bara þegar þetta komst í hámæli 2011 eða 2010, það er svona börnum með meira sjálfsvald sett hvort þau taka þátt í þessu eða ekki og þau eru ekki látin læra stærðfræði á meðan hinn fara í, þú veist, kirkju eða eitthvað svoleiðis, sko. Þetta bókasafnið. Já, bókasafnið, já. Hvað segir þú? Kom þetta þér á óvart þessi niðurstöður? Já, það er skemmtilegt hvernig fólk túlkar tölur eða niðurstöður mismunandi vegna þess að fyrir mér er þessi tala að þetta skiptir svona jafnt. Hún er mjög merkileg vegna þess að í hvert einasta skipti sem maður hefur skrifað einhverja grein trúboð í skólum, þá hafa komið 10 greinar á móti þar sem að fólk fullyrðir og oft mjög hátt að hér sé bara einhver hávær minnihlutahópur að skipta sér að hafa skoðun. Langflestir Íslendingar vilja hafa þetta svona. Og það er það sem ég er búinn að heyra í mörg ár. Svo kemur þessi niðurstaða, þar sem að svarið við þessari spurningu er að nei, ég er ekki bara í háværi minnihluta, ég er helmingur þjóðarinnar. Og svo þegar það er spurt frekar, og þú ætlar kannski að kynna það eftir, það er spurt hvort að opinberir skólar eigi að halda trúarlegu hlutleysi. Þá er mikill meirihluti sem svarar þeirri spurningu játandi. Það sé 70% segja já, skólar eiga að vera trúarlega hlutlausir. Alveg svo ég hef sagt og siðmenntur hef sagt í mörg ár. En minnihlutin er þessi ósammála. Ég hefði viljað hafa þessu tölu hærri. Ég líka 80–90%. 100% þess vegna. En sem sagt, sko, að þessu sögðu að ég tel að þessi málaflokkur eigi að, eða sem sagt þessi kennslugrein eigi að vera þarna inni en auðvitað á skólinn að vera, ég var að segja, hlutlaus að þessu leytinu til, hann má ekki stunda boðun eða innrætingu. Nei, og ég held að við sem hjartanlega saman það að auðvitað á að vera öflug fræðsla trúarbrögð í skólunum. Og að mínu mati á að vera alveg sérstök fræðsla kristna trú og ásatrú vegna þess að saga okkar er náttúrulega við tengjumst þessum trúarbrögðum eða við auðvitað. En það á að vera fræðsla en ekki áróður og það er eitthvað sem að við hjá siðmennt höfum alltaf haldið fram. Þannig að þessar niðurstöður komið mér skemmtilega á óvart vegna þess að ég er búinn að heyra það svo oft í fjölmiðlum og frá starfsmönnum kirkjunnar að ég sé bara einhver að tala fyrir háværan minnihlutahóp. Mín skoðun sé bara einhver jaðarskoðun og þetta sé bara eitthvað kvart í einhverjum örfáum foreldrum sem vilja ekki trúboð í skólum. Langflestir séu sammála því að þetta eigi að vera eins og þetta hefur verið. Þessi niðurstaða sýnir að svo er alls ekki. Langflestir eru sammála mér. Þetta sýnir að þetta er einhvers konar átakalína sem er þarna. Þetta er svona eitthvert átakamál sem er semst ekki kannski búið að útkljá eða ræða með einhverjum mæti. Eða er svona aðeins að komast upp á yfirborðið og fólk er svona að fara að ræða þetta og kannski að finna einhverja millilendingu í þessu og þú komst inn á þetta, það var þarna önnur spurning varðandi trúarlegt hlutleysi opinbera leik og grunnskóla og það var komið aðeins inn á þetta áðan hérna utan úr sal er að kynjahlutföllin eru mjög athyglisverð í þessari könnun og það virðist vera og þetta er eina spurningunum þar sem það var marktækur munur á milli karla og kvenna og niðurstaðan er sem sagt sú að 61% kvenna vilja hafa trúarlegt hlutleysi og í leik- og grunnskólum og hlutfallið er 40 eða tæp 50% að munar þarna rúmum 11% á körlum og konum og ég veit ekki hvernig hvaða forsendur við höfum hér til þess að ræða þetta þennan óútskýrða mun kynjanna í þessum málefnum en mér langar aðeins núna ef að við setjum hérna smá punkt hjá okkur varðandi þessar pælingar leik og grunnskóla og aðskilnað ríkis og kirkju ef við tökum svona kannski 2 stuttar spurningar úr sal, hver er fyrstur? Það er þú. Gjörðu svo vel. Ég er Þorsteinn Vilhjálmsson
Ég hef lengi verið hissa á því hvað þetta spurningar aðskilnað ríkis og kirkju taka mikið pláss í umræðinni. Við hneykslumst yfirleitt á Bandaríkjamönnum, segjum að það sé biblíubelti og það sé trúmenn eftir þróunarkenninguna og svo framvegis og gerum grín að þeim jafnvel. En í Bandaríkjunum trúfrelsi. Í Bandaríkjum, í stjórnarskrá Bandaríkjanna trúfrelsi grundvallaratriði. Það er upphafleg saga þeirra, það er þannig sem verða til vegna þess að fólk af mismunandi trúarbrögðum að flytja frá Evrópu til Bandaríkjanna. Og þessi mál hafa öll verið leyst þar sem að látið sem að þessi voru eitthvað flókið fyrir Ísland. Öll þessi mál með, það er ekki ríkiskirkja, til neitt sem heitir ríkiskirkja, það eru mörg trúfélög í sama samfélagi þar, hvert inn á manna. Og skóla, það er engin trúarbrögð kennd í skólum, ekki sem trúarbröðin sjálf. Og þeim haldið að gera utan við skólan að börnin fara í sitt trúfélag til að sækja sína trúfræðslu eins og heitir. Að það sé engin trúarbragðakennsla í skólum í Bandaríkjunum? Ekki kennsla sem byggist þegar þú hafir ákveðna trú. Nei. Heldur erum við ekki, trúarbragðasaga er allt annað mál eða sem sagt slíkt. Ertu með ákveðna spurningu? Já, við getum farið, já, ég er það, ég endan. Við getum líka farið til annarra landa þar sem hagað allt annan veg en hér. Frakkar hafa leyst sín mál, í sambandi við hjónabandið og það allt saman miklu betur en við. Og Norðurlandaþjóðirnar eru að yfirgefa þessa hugmynd ríkiskirkju. Mér finnst persónulega að það sé að ríkiskirkja og jafnrétti í trúmálum fari ekki saman af því að ríkiskirkja hlýtur að þýða að hafa einhverja merkingu þá getur að vera að skapa einhverja sérstöðu fyrir þessi trúarbrögð. Nú, tíminn vinnur þannig að Íslendingar tilheyra núna miklu fleiri trúfélögum heldur en áður. Og spurningi sem ég hef eiginlega til þeirra sem að vilja kannski reyna að útskýra fyrir mér af hverju íslenska þjóðkirkjan svona fast á þessu. Ég skil það ekki. Horfur hún ekki til annarra landa, er þetta ekki borið saman við aðra, er ekki reynd að horfa á þetta í því ljósi að eiginlega finnst mannum ekki að tíminn, þetta sé straumur tímans, að þetta hlýtur að koma, það hlýtur að 10 ár eða 30, að það hlýtur að koma því að við aðskiljum ríki og kirkju og Íslandi. Er ekki svarið bara peningar eins og oft? Er ekki svarið bara peningar eins og oft? Það hlýtur að vera hægt að leysa þau máli alveg eins og annar staðar. Við skulum halda okkur við þetta form, takk fyrir þetta. Ertu með örstutta spurningu? Já, hún er meira svona glúmið við. Ég er svona meira kannski pæling út frá því sem við vorum að ræða í sambandi með aðskilnað ríkis og kirkju og annað. Því að við verðum að hugsa okkur eitt að þegar það er ekki trúfrelsi á Íslandi. Og þegar ég tek afstöðu, af því nú er ég í siðmennt, og þegar ég skráði mig úr þjóðkirkjunni, þá verði ég að taka afstöðu hvað ég ætla að vera. Ég verði að setja exit, því að ríkið leyfir mér ekki að taka þennan 10.000 og setja hann bara í vaskan. Ég bjó í Danmörku í 23 ár, þar gæti ég spara með þennan 3.000 danska sem það reyndar á ári, með því að skrá mig úr þjóðkirkju Dana og ég gæti fengið þennan pening og búið konum út að borða einu svona ári með þetta 3.000. Það mátti ekki á Íslandi, þú verður að taka afstöðu í þetta, þannig að við þurfum að byrja á þessu að þú megir bara ráða því sjálfur hvað ég ætla að fara. Svo þetta geta sér náttúrulega nokkuð ljóst og við þurfum líka að hugsa þetta snýst náttúrulega alltaf peninga og völd. Ég held að heimurinn fer niður út af græðki og grettu, það er ekki annað sem mann. Takk fyrir þetta. Ertu með lítið og sætt svar að þessum spurningum eða pælingum? Þarna finnst mér vera komið að dálítið einföldunum og alhæfingum kannski sem að svona koma nú ekkert á óvart að þetta er dálítið heitt mál. Mér kemur það til dæmis mjög í opna skjöldu að því sé haldið fram hér að það sem sagt greinin milli Íslands og Bandaríkjanna sé að í Bandaríkjunum ríki trúfrelsi en ekki hér. Það er náttúrulega ekki rétt vegna þess að það eru 2 greinar í stjórnarskráni sem að fjalla trúfrelsi
og auk 3. greinarinnar, 65. greinarinnar sem jafnræðisregla stjórnarskrárinnar. Þannig að það sem hér upp á teningnum, það sem sagt ég var að segja súlurnar í íslenskum trúmálarétti hafa verið og eru enn 2 sem sagt, það þjóðkirkjuskipan og trúfrelsi. Ég talaði jafnrétti. Nei, þú talaði nú trúfrelsi. Það alveg klárt, ég puntaði það hérna niður. Það ekki það aftur, og það svo annað mál, sko, að sem sagt, þjóðkirkjuskipan, hún leiðir til mismunar, en spurningin leiðir hún til mismununar? Og það þarna eitt atriði sem að ég hugsa að sé, eigum að segja, pínlítið umhugsunarefni og þurfi leiðréttingar við í raun og veru. Það sem sagt þær afleiðingar sem að lög aðgerðir í ríkisfjármálum frá 2009 höfðu á framkvæmd laga sóknargjöld frá 1987. Það að segja aðgerðir eftir hrunið ollu því að sennilega komin upp mismunun eða allavega hætta á mismunun eða vísir að mismunun í atriði sem varðar innheimtu sóknargjaldanna. Og þetta semst ekkert sem að hefur gerst svona að yfirlögðu ráði eða eitthvað þessar, heldur þetta afleiðing sem sagt af þessum bandormi sem var samþykktur rétt fyrir jól 2009. Ég ætla ekki að fara út í smáatriði, sko, Norðurlöndin eru náttúrulega það fyrir sig ekkert að yfirgefa þjóðkirkjuskipanina. Það ekki þjóðkirkjuskipan í Danmörku, það ríkiskirkjuskipan þar, ekki hér. Það mikill munur á stöðu íslensku og dönsku kirkjunar. Það var ekki þjóðkirkjuskipan í Noregi til 2012. Það var heldur ekki ríkiskirkjuskipan þar, það var ríkisátrúnaður. Helmingurinn af norsku ríkisstjórninni þurfti að sitja í þjóðkirkjunni. Það var stundum ekki hægt að mynda vinstri stjórnir vegna þess að það vantaði ráðherraefni sem var í þjóðkirkjunni. Þannig að sem sagt, munurinn á milli Norðurlandana nú ansi mikill og við erum svona komin pínulítið langt í aðgreiningar átt, en ég út að fyrir sig sammála þér, Þorsteinn, í því að þetta náttúrulega svona þróun sem að mun eiga sér stað. Það engin vafi á því að þetta elastísk tengsl sem alltaf að, ég var að segja, það að togna á þeim. Já. Eitthvað við þetta bæta? Nei, í raun og veru ekki. Ég svo sammála, það óþolandi. Já, það óþolandi. Fyrir mér þetta svo einfalt og skýrt mál. Það ekki flókið að taka afstöðu til þess hvort að ríkisvaldið eigi að hafa bein afskipti eða óbein afskipti af trúarlífi einstaklinga. Mér finnst það bara augljóst. Og ég held að meirihluti Íslendinga sé mér sammála í því að helsta hlutverk hins opinbera sé að tryggja rétt okkar alla til þess að hafa þá trú eða það trúleysi sem við viljum, tryggja réttind okkar en ekki að halda uppi ákveðnum kirkjudeildum eða ákveðnum trúarbrögðum. Ég alveg sammála í því en deilan á milli okkar stendur sennilega það, sko, hvort að þú ert að lýsa aðstæðunum rétt eða ekki. Sko, við getum orðað þannig að það í það minnsta tilfinning mjög margra að hér eigi sér stað mismunun. Það þjóðkirkja, hún sérstaklega tilgreind í stjórnarskrá og þeir sem að standa utan þjóðkirkju upplifa að þeir séu einhvern veginn sko lægra settir heldur en þeir sem eru í þjóðkirkjunni því að þeir eru ekki sérstaklega verndaðir í stjórnarskrá. Svo vitum við að það eru til sérlög þjóðkirkjuna og við vitum að það eru til það eru sér fjárútlát til þjóðkirkjunar. Þau eru byggð á lögum kirkjujarðir og það eru ýmsar réttlætingar notaðar til þess að útskýra af hverju þjóðkirkjan fær meiri
stuðning heldur en aðrar kirkjudeildir. En sama sko hvernig við útskýrum það, þá er það samt alveg ljóst að fólki mismunað eftir því hvort það í þjóðkirkjunni eða ekki. Ég hugsa bara aðeins að stoppa ykkur hérna bara svo við, því að mér langar að komast yfir sem flesta spurningar vegna þess að það þó að það sé þessi könnun náttúrulega aðgengilega á netinu og allt svoleiðis, þá kannski ekkert endilega vist að þau hafi setið og lesið hana yfir áður en þau komið hingað, eða bara búin að lesa hana yfir höfuð, en svona kannski í tengslum við þessa sem þú kallar mismunun varðandi sko það að við erum með þjóðkirkju, þá ein spurning sem að snýr að tengslum ríkisins við trú- og lífsskoðunarfélög almennt, ekki bara kirkjuna. Og það spurt hver af eftirtöldum fullyrðingum hæfir skoðunum þínum best, frá ABCD, ríkið á ekki að styðja trú- eða lífsskoðunarfélög almennt, og það eru 46% sem að haka við þetta, en svo eru tæp 30% sem haka við að ríkið eigi að styrkja þjóðkirkjuna hlutfallslega meira en önnur trú- og lífsskoðunarfélög. Og svo eru 25% tæp sem segja að það eigi að styrkja þjóðkirkjuna og önnur trú- og lífsskoðunarfélög hlutfallslega jafnt. Þannig að og svo er fjórðungur sem að, já, akkurat. Og þannig má sjá að 30% svarenda vilja óbreytt ástand að ríkið styrki þjóðkirkjuna, þetta er númer 10, að ríkið styrki þjóðkirkjuna meira umfram önnur trú- og lífsskoðunarfélög. Og ég vil bara koma inn á þetta, bara ykkur til upplýsingar, og svo vegna þess að Sigurður kom inn á stjórnarskrárákvæðið. Í 62. grein stjórnarskrárinnar er kveðið á að hin evangelíska lúterska kirkja skuli vera þjóðkirkja á Íslandi og að ríkisvaldið skuli að því leyti styðja hana og vernda. Spurt ertu hlynntur eða andvígur því að þetta hlynnt eða hlynntur og andvígur eða andvígur því að þetta ákvæði verði fellt úr stjórnarskránni. Og á bilinu 47–48% eru hlynnt því að þetta ákvæði verði fellt úr stjórnarskránni, en tæplega 30% eru því andvíg og þá eru 22–23% hvorki hlynnt né andvíg. Og hlutfallið, sem sagt, og þetta svona gegnum gangandi rauður þráður í gegnum alla könnunina, að eftir því sem að fólk yngra, þá það hlynntara því að skilja á einhvern hátt ríki og þjóðkirkjuna, þannig það eru 67% fólks yngri en 25 ára sem eru hlynnt því að þetta ákvæði verið tekið úr stjórnarskránni á móti 40% sem eru 55 ára og eldri. Og hlutfallið mun hærra í Reykjavík heldur en til dæmis á Austurlandi þar sem það lægst. 55% íbúa í Reykjavík vilja að ákvæði verið tekið út og 28% íbúa á Austurlandi. Þetta bara svona ykkur til upplýsinga. Og núna höldum við áfram för okkar og segjum kannski aðeins skilið við kristna trú eða aðrar svona þannig trúarskoðanir, og það var þarna sem að vakti töluverða athygli í þessari könnun og kom kannski einhverjum svolítið spánskt fyrir sjónir að það var spurt þarna afstöðu til líknandi dauða. Og spurt var, ertu hlynntur eða andvígur því að einstaklingur geti fengið aðstoð við að binda enda á líf sitt ef hann haldinn ólæknandi sjúkdómi, innan svega líknandi dauði. Og niðurstöðurnar voru frekar afgerandi, það voru 3 af hverjum 4 sem voru hlynntir því að einstaklingur geti fengið aðstoð við að binda enda á líf sitt ef hann haldinn ólæknandi sjúkdómi, og það voru aðeins 7% sem voru algjörlega andvíg því. Og þegar að við tökum út þá sem að taka ekki afstöðu, þá erum við með 91–92% sem eru hlynnt líknandi dauða og 8–9% andvíg. Og það eins, yngra fólk hlynntara líknandi dauða heldur en það sem eldra.
og þeir sem eiga litla eða enga samleið með þjóðkirkjunni eru hlynntari því en þeir sem eiga mikla samleið með henni. Og þegar svör eru greind eftir stjórnmálaafstöðu má sjá að kjósendur Pírata eru líklegri en kjósendur annarra flokka til að vera hlynntir líknandi dauða. Og í öllum bakgrunnshópum mikill meirihluti hlynntur líknandi dauða þótt marktækur munur sé á sumum þeirra. Þar á meðal eru hlutfallslega færri trúaðir hlynntir líknandi dauða en ekki trúaðir. Og það eru svo sem ekki miklar, það hafa verið miklar fréttir alltaf annars slagið að berast frá útlöndum varðandi þessi mál, kannski sérstaklega frá Hollandi og svo einhvers staðar í Skandinavíu og Belgíu og fleiri stöðum, en þessi umræða hefur kannski ekki verið mikið tekin hér. Og þetta var fjallað þetta töluvert mikið í fjölmiðlum þegar þessar niðurstöður lágu fyrir hér og mikið rætt við fólk, kannski sérstaklega á RÚV í útvarpinu og fleiri alls konar þáttum og mér svona sýndist niðurstaðan vera svo að það þyrfti að taka þessa umræðu mikið. Það var verið að ræða við fólk bæði inn á líknardeild Landspítalans, svo var verið að ræða við siðfræðinga, þá var verið að ræða við guðfræðinga, þá var verið að ræða alls konar fólk. Og mér langaði svona aðeins og já, það var akkurat það sem mér langaði líka að koma inn á. Þetta svona það er ekki afgerandi munur hvorki hjá körlum né konum né kjósendum eftir í hvaða stjórnmálaflokk þú kýst, hver afstaða þín er. Mér langaði aðeins að koma inn á þetta. Hvað segir þú, Sigurður? Hver er svona, hvaða lærdóm eða tekur þú út úr þessum niðurstöðum? Og þetta er ekki löglegt í dag. Við hafa það. Nei, einmitt, Siðmennt hélt málþing var það í hittifyrra, það er ekki hittifyrra, við höfum málþing. Já, fyrirgefðu. Siðmennt hélt málþing í, held að það hafi verið hittifyrra, þetta er svo fljótt að líða. Það sem vorum að fjalla líknandi dauða og það skal tekið fram að hvorki siðmennt né svona húmanistarhreyfingar í heiminum hafa einhverja sérstaka skoðun á líknandi dauða aðra en þá að þetta sé mál sem eigi að ræða af yfirvegun og án þess að dæma fyrirfram. Og við héldum málþing hérna fyrir 5 árum síðan cirka, þar sem var mjög fjölsótt málþing og var mjög áhugavert. Og ég dreg bara þá og niðurstaðan kom mér svo sem á óvart. Ég hélt að það væri ekki svona margir opnir fyrir þessari hugmynd. Ég hélt að þetta væri meira svona kannski 50-50, en þetta er bara mál sem mér er svo mikilvægt að við ræðum og reynum að ræða af krafti sem fyrst, ekki í samhengi við eitthvað fréttamál, til dæmis þegar ykkur kemur í fjölmiðla og segist vilja binda enda á eigið líf út af því hann sé haldinn sjúkdómi, þá kemur umræðan í einhverjum panikk og í einhverju svona setur fólk í óþægilega stöðu. Við þurfum að ræða þetta erfiða mál svona áður en að við lendum í þeirri aðstöðu. Og ég er bara mjög ánægður með að umræðan sé virkilega hafin. Það sem kom mér mest á óvart þegar fólk fór að ræða viðbrögðin við þessari niðurstöðu, það voru til dæmis, viðtöl við einhverja, ég held að það hafi verið hjúkrunarfræðingar, sem sögðu eitthvað á þá leið. Ég hef unnið með fólki sem er að deyja í mörg ár, það hefur aldrei neinn beðið þennan valkost. Ég staldraði svolítið við þetta vegna þess að ástæða fyrir því að hjúkrunarfræðingar og hugsanlega prestar hafa ekki mikið heyrt óskir þennan valkost er svo bara að það er engin umræða. Þetta er ekki valkostur í rauninni? Já, það er bara sem dæmi eitthvað sem er ekki eins dramatískt að núna þekkja allir Íslendingar til dæmis borgaralega fermingu. Þannig þykir það ekkert merkilegt að ykkur krakki velji að fermast borgaralega. En hefur spurt ykkur fyrir 30 árum
hefur spurt presta, hvað einhverju krakkar sem ætla að fermast borgaralega? Þá hefði hann örugglega sagt því, það hefur aldrei einu svona beðið þann valkost. Þannig að það var ekki til. Og ég held að ástæðan fyrir því að einhverju hjúkrunarfræðingar og einhverju prestar og einhverju siðfræðingar jafnvel hafi lítið heyrt að fólk sé að biðja þennan valkost, það bara vegna þess að valkosturinn hefur ekki verið til umræðu. Nei, en ég staldra nú samt svolítið við þessa samlíkingu vegna þess að borgaraleg ferming fyrir 30 árum vissulega var ekki til umræðu en líknandi dauði eða hvaða orði sem fólk vil kalla þetta, euthanasia, líknardráp, allt þetta. Þetta náttúrulega hefur verið í umræðunum og þekkt fyrirbæri. Eitthvað annað heldur en kannski borgaraleg ferming var fyrir 30 árum. En svo ég kannski, þetta kom mér líka á óvart, að þetta væri svona ofboðslega afgerandi. En og alveg rétt, ég talaði það áðan að það var í 2 spurningum þar sem að 25 ára og yngri mældust 0,0% og það var í þessari spurningu og hvort að Guð hafi skapað heiminn. Það enginn undir 25 ára eða yngri sem andvígur líknandi dauða. Hins vegar ef við komum 55 ára og eldri, þá hlutfallið orðið 13,6% og þetta vex eftir því sem að viðkomandi verður eldri. Hjalti, hvað segir þú við þessu? Kemur þetta þér óvart þessar niðurstöður að það séu svona afgerandi? Já, það kom mér satt að segja mjög í opna skjöldu að prósentala skildi vera svona há og þegar ég fór nú að velta því fyrir mér þá fór ég nú kannski að sjá hlutina pínlítið í víðara samhengi. Mér langar þó aðeins kannski til þess að staldra við þessa samlíkingu svipað og þú en þó frá öðru sjónarhorni milli borgaralegrar fermingar og líknandi dauða af því að mér finnst þetta nú kannski dálítið svona ég var að segja ólíkar stærðir að bera saman. Ég var ekki að bera það saman. Nei, en svona dæmi þegar þú talar einhvern valkost sem hefur aldrei verið í umræðinni, þá var ekki skrítið að fólk segi nei, það hefur aldrei neitt beðið hennar valkost. Já, ég skil. Það var eina samlíkingin. Það rifjaði upp fyrir mér atvik, ég var boðinn að skoða nýja útfararstofu fyrir 30 árum líklega, eitthvað svoleiðis, 40 árum. Ansi löngu síðan og það var svona markaðsfæring og ég spurði útfararstjórann og komið þið til með að bjóða upp á borgaralegar útfarir og hann mætti mér að mikilli andúð og taldi annarkvort var ég að leiða sig í einhverja gildru eða þá að ég væri bara einhvers konar hvað? Sigrað humanisti. En ég segi nú svona að því honum var þetta mjög framandi. En dreifum nú ekki athyglinni frá þessari ágætu spurningu. Þegar maður fyrir að skoða spurninguna, setja sig í spor svarenda og sem sagt að hugsa þessa hugsun til enda. Ertu andvígur að einstaklingur sem haldinn ólæknandi sjúkdómi líður kannski gríðarlegar þjáningar líkamlegar og hvað við segja andlegar þá þarf maður að hafa svona einhverja til mikla ballest til að svara þeirri spurningu já, ég því andvígur skal fá að kveljast áfram, ég má orða það þannig. En sem sagt, þannig að, já, maður þarf að hafa svolítið, ef að segja, kalt hjarta og heila til þess að geta svarað þessari spurningu alveg blákalt. Hitt svo annað mál að þarna erum við að nálgast spurningu sem alveg hásiðfræðileg og sem verður eiginlega að svara út frá einhvers konar hugmyndum
eigum við að segja, eðli og tilgang mannlegs lífs og hver hefur vald til þess að binda enda á lífið, hvenær hefur maður sjálfsákvörðunar rétt og hvenær getur maður fengið aðstoð og þarna verð ég að koma til dýran eins og ég klæddur og segja að þarna grundvallar breyting frá, eigum við að segja, einu klassíska kristna sjónarhorni og eigum við að segja sjónarhorni sem að hefur þó nokkuð fylgi í dag vegna þess að samkvæmt klassískum kristnum skilningi, og þá er ég að ræða það sem að gildi svona á miðöldum og lengi eftir það, þá var sem sagt hinn vondi dauði, það var skyndidauðinn. Það er að segja dauðinn sem maður hefur ekki tíma til þess að búa sig undir. Það var að segja aðdragandi dauðans, jafnvel þjáningin, var talin hafa gildi í sjálfu sér. En nú erum við komin þangað að við viljum sem sagt taka yfir stjórnina á dauða andartakinu. Og þarna held ég að við verðum að sem sagt velta því fyrir okkur, er hægt að svara þessari spurningu á ábyrgan hátt öðruvísi en út frá trú eða lífsskoðun sem skiptir mann verulega miklu máli. Og þá er önnur spurning hérna í pakkanum sem lítur að því skiptir trú þín og lífsskoðun miklu eða litlu máli og mér fannst alveg skuggalegt hvað margir segja að trú mín eða lífsskoðun skiptir mér nú bara ekkert voðalega miklu máli. Og ef maður hefur þá afstöðu þá er þá til létt að taka svona praktíska pólinn í hæðina og svara spurningunni að ég er hlynntur. En sem sagt hafi maður lífsskoðun sem að, eigum við að segja, inniheldur hér einhvern grundvallar mannskilning, þá getur hann virkað sem bremsa. Og svo er það annað. Við Íslendingar erum ekkert ofboðslega iðnir við að ræða, eigum við að segja, siðfræðilegar spurningar niður í kjölinn og áður en að ég til dæmis gæti tekið afstöðu til þessara spurningar, þá þyrfti ég að fá svo mörg svör við svona hlutaspurningum sem að þyrfti að koma inn í löggjöf þetta til dæmis. Það er að segja hvenær á ég að óska eftir þessu. Á ég að óska eftir þessu núna þegar ég er bara tiltölulega sæll og glaður, eins og ég á núna að taka afstöðu til líffæragjafar sem sagt Ég er búinn að taka afstöðu til þess og vil að það sem mögulegt sé notað. Á að leggja þetta að jöfnu og segja að við tökum afstöðu til æviloka okkar við normal aðstæður þegar við erum frísk áður en við lendum í einhverju, eða á ég að geta óskað eftir þessu í aðstæðum þar sem ég er í panikk en áhugsanlega bara heilmikla von. Og hvað á að gera við heilbrigði starfsfólki? Á það að vera einhvers konar embættisskylda þess að veita þessa þjónustu eða á að taka sem sagt tillit til samvisku þess og samvisku frelsis? Það er sem sagt fullt af svona bæði prinsipíel spurningum og spurningum sem eru meira lögfræðilegs og praktíks eðlis sem að verður að ræða áður en við getum svo tekið ábyrga afstöðu. Algjörlega. Ég er bara hjartanlega sammála því. Glæsilegt, þeir eru sammála. Við höfum smá tíma og ég vona að ég hafi ekki lofað upp í ermina á mér þegar ég sagði að enginn myndi fara héðan út á þess að fá spurningum sínum svarað. Þú varst með spurningu, var það ekki fyrr? Já, hún er nú kannski komin af dagskrá. Ég ætlaði að spyrja hvort að svarendur spurninga rannsóknarinnar hefði vitað að Siðmennt stóð fyrir henni. Og ég var að hugsa það hvort að það hefði kannski haft einhver áhrif á svörin í sambandi við þessa taktísku umræðu. Þú verður að svara þessu? Já, nei, svarendur vissu það náttúrulega ekki og Siðmennt fékk bara maskínu til þess að framkvæma könnunina, þannig að spurningarnar, hvernig þær eru orðaðar og það eru náttúrulega bara sérfræðingar sem að búa það til, sko.
En þannig að við vorum ekki, og við byggðum spurningarnar margar hverjar á eldri könnunum sem höfðu verið gerðar, sem að við komum auðvitað ekkert nálægt. Þannig að ég held að kannski eina spurningin sem að var alveg ný þarna var einmitt líknandi dauða sem að hafði ekki verið spurt svona beint áður, held ég. Fleiri spurningar? Ef að leyfa þeim sem hafa ekki spurt áður að meta sig? Ég ætla að spyrja ykkur náttúrulega. Þú sagði áðan að, sem sagt, ég skrifaði niður hjá mér, svona til ég fyrst. Þú sagði áðan að trúin ekki fullvissa. Sem sagt, hann Hjalti. Og ég gerir ráð fyrir því að Sigurður sem eittir svona svipaðar hugmyndir, trúin ekki fullvissa. Og þú væntanlega trú því eins og þú sagðir áðan að gera gott leiðir þig á góðan stað eða nær Guði eitthvað. En svo bjóð guðfræðingur, þá mútti ég segja að í Biblíunni, guðfræðilega, einmitt þetta algjörlega rangt. Vegna þess að það engin maður sem getur nálgast Guð á sin eigin forsögn. Þannig að Guð sig getur nálgast okkur og fyrirgefur okkur. Því allir hafa syndgað og allir hafa skortið Guðs líf. Og bara benda á það. Og Sigurður heldur kannski eins og margir húmoristar að þeir séu góða manneskjur. En þú sem guðfræðingur ættir að nefna einmitt það sem stendur í Biblíunni það að enginn góður. Það enginn góður en Guð. Og halda uppi guðfræðilegu kenningum í stæðan fyrir að þér finnst alveg. Ég myndi bara nefna það til því. Ég held alveg sammála. Því að mér finnst Guðs segja allt annað en þú hefur segjað. Og einmitt þetta, með að fólk í kirkjunni veit ekki hvað það trúir á. Vegna þess að það eru svo fáir kristnir sem að lesa orð Guðs. Fáir sem að vita hvað stendur í Biblíunni. Þess vegna eru svona mikið af, ég dátt að spurning fyrir mig. Þetta var heilt kvöld, sko. Þú veist ekkert út í hvað þú ert að fara, sko. Nei, ég var þessu fyrir, sko. Þetta er annað fyrirlutur. Já, ég var svo... Já, ég skil. Trúir þú því raunverulega að trúir ekki í fullvissa, ekki að vita hvað er sagt. Með trúin og Guð. Ég ekki afstæðishyggjumaður í þeirri merkingu sem sagt að ég sé að neita því að til sé sannleikur eða þannig eða eitthvað í þá veru. Hins vegar ég sannfærður það að ég þekki ekki þann sannleika til hlítar og bara stend frammi fyrir honum svona í ákveðinni lotningu og gerir mig grein fyrir því að það sem ég kalla Guð, það er eitthvað sem er miklu stærra og meira heldur en ég get sem sagt útlistað og gert mér mynd af. Hins vegar þekki ég alveg ritningarstaðinn að trúin fullvissa hluti sem ekki auðið að sjá eða eitthvað þess og ég ekkert að hafna því en mín nálgun kannski pínlítið önnur af því að þetta nú kannski 2000 ára gamall texti í raun og veru og svo vil ég taka það fram sko þegar ég var að tala það að ég lægi hugsanlega á banabeði og velti því fyrir mér hvort ég hefði verið svona sæmileg manneskja, ég held ég að orða það þannig, ekki góður heldur svona sæmileg manneskja. Þá á ég nú kannski ekki endilega við það heldur að ég voni að það fleiti mér langt sko, heldur þetta eiginlega bara minn draumur og mín von og kannski spjarkfast að vissa að okkur ber að vera þetta sko, hvort við annað. Hvort sem við fáum svo einhver laun fyrir það eða ekki. Þetta var semst ekki tilraun mín til verkaréttlætingar. Ég tek það fram. Þú varst með spurningu? Já, sannfærandi og tjána svolítið líknar dráp á undanfarnarþjóðstofunni í þessari umræðu sem meðal þess að þjóðfara skoðanakonuna takk fyrir hana og
Hann má alltaf deila orðafarsspurninga og það truflar mig dálítið þetta hugtak sko líknandi dauði í þessu samhengi. Við höfum kosið að tala frekar líknandi dráp eða beint líknandi dráp vegna þess að líknandi dauði náttúrulega góður dauði, góður dauðsdagi þegar dauðin lík. Og mér finnst þetta að vera of vítt hugtak til að mæla skoðanir fólks á þessu flóttamáli. Og sjálf held ég að ég hefði ekki getað sagt já í þessari skoðanakönnun þó ég hafi vissulega efasemdir það að það sé hægt eða meira hægt í einhverjum raunverulega lefti það. Og ég ekki að því ég held að það sé dálítið svona langur vegur frá því að svara þessum einstakling eða í massa eigin tilfelli frá því að það þetta svo inn í löggjöf eins og hjartið á svona. Mér langar líka þess að nefna annars að því þú Sigur nefndi það að þetta væri ekki valkostur og þess vegna væri eðlilegt að fólk kannski myndi svara þessu þetta væri ekki raunverulega valkostur í fólki en sko ég held samt að fólk sem að vinna á þess að ég hafi beina reynslu en fólk sem að vinna í líknarmeðferð sem mjög svona þverfagleg að þá það sjálfgæsla og fólk á mjög mikil trúnaðarsamtöl við fólk. Þannig ég held að þeir sem að vinna með sjúklingum á þessu stigi hafi dálítið innsýn inn í það hvað fólk að hugsa og hvaða hugsanir fólk að glíma við. Þannig ég held að jáfnveg þó að það sé ekki valkostur og þó fólk myndi ekki bera það upp sem virtu gera það, heldur þá kannski koma það fram í samtöl. Þannig ég held að það megi ýmislegt alveg byggja reynslu þess fólk sem að vinna á vettvangi. Þetta var mjög fyrstmóðandi. Annars þetta mjög, sko að það heldur áfram þessari umræðu, það sé eins og mikilvægt starfar umræðu sem mjög áhugaverð og við verðum ef ég má flögga þess, það var hugurst að fylgi á næstu helgi einnig málstofum það sem við verðum svona með þverfælega umræðu. Tökum þetta áfram. Nákvæmlega. Ég var að láta þetta vera loka orðin hjá okkur í kvöld. Já, má ég kannski segja eitt? Já. Af því að mér finnst þetta svo ótrúlega mikilvæg umræða þessum líknandi dauði eða líknardráp. Þá, sko, þegar þú segir, þegar við notum orð, við höfum kallað þetta líknardráp, við hver? Já, það þetta, sko, það náttúrulega til, sko, litteratúrum á íslensku núna, sko, spannar eitthvað 40-50 ár. Og bara til dæmis eins og grein, sko, Þorsteinn Gylfason sem ég held að sé 30-40 ára gömul, sko, það sem hann gerir einmitt þennan greinarmun. Og beint og óbeint líknardráp kemur náttúrulega frá, sko, euthanasia á ensku. Gríska orðið mjög breitt, sko, það bara góður dauðdagi. Jú bara gott, það bara forskeytti á góður dauði. Síðan hefur þetta náttúrulega notað í bara umræðinni, bæði á ensku og hér heima, þá alls konar hugtök og fólk að nota þetta í ólíkri merkingu, það sem það gerir þessa umræðu til rugglingslega. Já, sko það eitt af því sem við kannski þurfum að byrja því að fara í gegnum. Þetta hvaða hugtök erum við að nota og hvað getur við koma okkur saman að nota þannig að við sem að tala sömu hluti. Akkurat. Sko, sumir hafa talað líknarmorð, jafnvel sem mjög svona gildisværi. Líknarmorð annað. Já, sumir hafa talað og svo tala aðrir líknardráp sem að stuðar marga og stuðar þig og það hefur stuðað til dæmis þá einstaklingar sem ég þekki sem að hafa átt ástvini sem hafa farið í gegnum þetta ferli. Það er líknardráp. Því að það hljómar eitthvað svo eins og drepa dýr eða eitthvað sko. Þannig að, en umræðan má náttúrulega ekki snúast bara orðanotkun, heldur við þurfum að svara þessum virkilega erfiðu spurningum. Á að hafa ykkur lög þennan verknað? Á þetta að vera löglegur valkostur fyrir fólk? Eða þetta það rosalega siðferðislega rangt að þetta algjörlega að banna? Málið það með þriðja aðeins inn í málið, eða sko annan sem þarf að gera þetta. Já, og þá þetta komið líka bara, þess vegna tengist þetta líka bara drápi, morði og líknar morði skilur þannig að þá það ekki með vilja viðkomandi.
Já, ég skil þig. Og það er auðvitað að hafa verið alls konar svoleiðis mál á komið til heimilinu þar sem það hefur verið beitt líknar málum. En sko ástæðan fyrir því að við kannski svona siðrænir húmanistar erum að ræða líknandi dauða er ekki endilega því að við höfum einhverja sérstakar skoðun á því, heldur að ég er allan að þeirra skoðunar að við þurfum að taka upplýsta ákvörðun um það hvernig við ætlum að haga þessum málum út frá, sko, ekki út frá trúarhugmyndum, ekki út frá okkurum hugmyndum sem við höfum frá trúarbröðunum, að eitthvað sé bara í prinsippunni siðferðislega rangt. Heldur þurfum við að skoða hvaða raunverulegu áhrif hefur það á fólk að leyfa eða banna hluti eins og líknandi dauða. Og við þurfum að líta þetta út frá, sko, bæði bara rétti einstaklingsins og líka út frá því bara hvaða áhrif þetta hefur á samfélög. Við megum ekki rugla trúarbröðum inn í það. Ekki frekar en við ruglum, sko, trúarbröðum inn í rétti kvenna til þess að fara í fóstureyðingu eða mínum rétti til þess að gefa líffæri við andlát og svo framvegis. Við þurfum að ræða þetta af yfirvegun og út frá veraldlegum forsendum en ekki út frá hugmyndum trúarbragða. Það er afstæðan sem að ég vil inn að koma fram fyrir. Já, alveg ég það bara að velja siðfræðin er náttúrulega með bara svona umræðu. Já, ég veit. Og nú ætla ég bara, ég verð að stoppa ykkur, við erum búin með tíman, þetta átti að vera búið hérna klukkan 10. Hjalti, þú lofar, þú hefur 30 sekúndur. Ég ætlaði ekki að koma inn í þessa umræðu, sko, en bara af því að það var orðað þannig við megum ekki blanda trúarbrögðum inn í þetta, eitthvað þess þá held ég að við getum nú ekki sett upp svoleiðis varnarveggi. Það er að segja, ég held að fólk verða að fá að ræða þessa spurningu út frá lífsskoðun sinni, trú sinni, siðferðislegri sannfæringu sinni og hverjum öðrum forsendum sem að því finnst eigi heima í því að taka afstöðu til svona máls. Annars þakka ég bara fyrir mjög skemmtilega umræðu, ég hef haft gaman að þessu. Takk. Takk fyrir komuna.